Komið sæl og velkomin í þennan þátt að lykkjufallinu. Í dag þá fékk ég hana Nönnu hjá Knitable til að koma og spjalla við mig og ég er ótrúlega spennt að læra meira af því að þetta er eitthvað sem að ég svona búin að heyrði af, þetta var fyrst lykkjustund og maður er búin að heyra svo margt þetta en samt einhvern veginn vissi ekki alveg nákvæmlega hvað það var. Þannig að ég er ótrúlega spennt að fá þig, velkomin og takk fyrir að gefa tíma til að koma. Takk kærlega fyrir að bjóða mér. Já, bara takk fyrir að koma. Ég er alltaf svo þakklátt þegar einhver er tilbúin til að koma og gefa sér hana tíma. En það er bara svo gaman að tala fyrst mér, fyrir eitthvað svona prjónatengt. Segjum tvær. Já, og það er svo gaman að læra eitthvað nýtt. Og þetta, hvenar, ef við byrjum bara að sá fyrir þá sem ekki vita, hvað er Knitable? Já, einmitt, góð spurning að byrja á. Knitable er tól sem að hefur í raun svona bara þann tilgang að gera fólki sjálfstæðara í að skapa í prjóninu sínu. Og fyrst og fremst að þá erum við að bjóða upp á uppskriftir, svona grunnuppskriftir að 4 mismunandi flíkum, húfu, sokkum, vettlingum og peysu. Og þetta eru uppskriftir sem að aðlagast garni og stærð. Þannig að þú getur í raun og veru fengið grunn fyrir hvers konar peysu sem er og ýmist getur bara, já, hvers konar flík sem er sem sagt og annarkvort getur bara prjónað grunnflíkina og fengið bara fallega flíkan úr akkurat garninu sem þið dreymdum eða þá þú getur tekið fram svona málara pensilinn og bætt þinn eigin hugmynd ofan á. Já. Og þá stuðst við bara lykkjufjöldan eða já, stundum nota ég til dæmis uppskriftina bara til þess að svona, gefa mér smá ramma til að leika mér innan. Já, einmitt. Þetta er einmitt, ég man fyrst var ég alveg svona, ok, þetta er örugglega rosa flókið, en nú gafstu mér aðgang til að skoða og vá hvað þetta er mikið bara svona life changer, finnst mér. Mér finnst þetta svona, að því ég er eina af þeim sem er alltaf ykkur í svona, hvað er þetta, svona tókstreitu við að nenni ekki að gera prjónfestuprjófuna. Akkurat. Og á sama tíma er maður það alltaf með í maganum þegar maður er að prjóna verkefnið. Er þetta að fara að passa? Alltaf að rífa það prjónunum, máta og eitthvað svona. En þetta gefur þetta manni svo mikið bara öryggi. Já. Af því prjónfestuprjófan lígur ekki. Nákvæmlega og þetta er bara draumur fyrir mig að heyra því þetta er bara akkurat það sem að mig langaði til þess að gera. Það byrjaði svo sem fyrir sjálf mig en akkurat það sem ég langar að gera fyrir aðra prjónara. Já. Bara að geta gert tilraunir án þess að vera með hjarta í buxunum yfir því að sniði sé ekki rétt. Einmitt. Og ég hef reynt að gera síðuna eins aðgengilega og einfalda og hægt reyna svona að setja undir hútið allt sem að maður þarf ekkert að vera að spá í og bara svona beðum þar upplýsingar sem þarf til þess að þetta sé samt bjóði upp á nómarga möguleika. Já. Og já, þannig að þetta er bara, já, annars vegar það að fólk getur svolítið verið örugt í sköpuninni sinni en svo líka að geta leikið sér meira. Þú sett fljótar að fá niðurstöðu, fljótar að breyta til ef að hugmyndiðin breytist. Já. Þannig að bara svona, já, gera skemmtilegt og þægilegt að skapa. Þetta er mjög þægilegt og mjög svona aðgengilegt. Já, frábært að heyra. Þetta er bara mjög skýrt, þannig að allir eiga að geta farið eftir þessu. Já, frábært. Og nota bara, nú er ég til dæmis að pröfa nýtt garn og þá fannst mér þetta svo rosalega mikið öryggi að geta bara sláð inn prjónfestuprjófuna og þá sýnir þetta manni bara, ok, ef ég nota svo margar lykkjur, þá verður hún svona. Já, akkurat. Þannig að þetta er bara, ég bara mæli með ef ykkur er ekki, þetta er áskriftið það ekki? Jú, allir sem að byrja að nota síðuna fá ókeypis aðgang í 14 daga og svo eftir það kostar, þetta er rukkað í dollarum en þetta er milli 700 og 800 krónur á mánuði. Já. Aðgangurinn. Okay. Við reyndum svona að stilla því í hóf í raun og veru þannig að þetta væri svona eins og ódýr uppskrift á mánuði. Aukarhautu uppskrift á mánuði kannski. Já, það er mjög flott að mynda að hugsa það bara þannig. Af því að eins og fyrst hugsaði ég, já, þetta er örugglega bara eins og léttlöpin og alltaf eitthvað svona að gera prjónfestupröfuna og ég pröfaði alveg 3 mismunandi
sérst að slá inn ef hún er svona eða svona, þá bara reiknar þetta allt fyrir mann. Þannig að þetta er þarna varmar þá í rauninni að fá 3 mismunandi uppskriftir bara með þessari einu pröfu. Já, nákvæmlega. Og sér bara hvað breytist mikið og ég held að það er líka mjög gott fyrir fólk. Það eru örugglega mjög margir sem er að gera fyrstu pröfu og það munar einni leikju og fólk hugsar já, en ef þú slærði þannig inn þá sérðu að það er bara munar mjög miklu. Hefur alveg rosaleg áhrif. Já. Sérstaklega út með fínt garn og það er margar lykkjur að ræða sko. Einmitt. Það er glettilegt hvernig þetta getur komið út. Nefnilega og líka dýrt garn eins og núna, ég er að prjóna móher, bara glemdu en að rekja þetta upp. Já. Líka í dag að þá er bara ekkert dýrmættar en tíminn manns, maður hefur bara ekkert mikið af honum og maður vill ekki vera að sóa 10 klukkutímum áður en maður fattar að maður er að gera allt og stort eða allt og lítið. Nákvæmlega. Það er fátt pirrandi og vera kannski búin með peysu og maður sér líka oft og heyrir að fólk er kannski búin að prjóna peysu sem það ætla að prjóna sjálfsig eða eitthvað og bara ég gef ykkur manna. Já. Frekar að reykja upp og akkurat. Því maður nennir kannski ekki að byrja upp á nýtt. Já, akkurat, það er mjög svekkjandi sko. Þannig að, já, mér finnst það sérstaklega grátlegt þegar maður að því ég er náttúrulega alltaf bara í lopanum og hann er svo ódýr. Já. Eða svona með við annað garn. Þannig að þegar maður er að pröfa svona dýrar og fínna garn, þá ætla ég ekki að vera að gera eitthvað svona mistök, þannig að mér líður mjög svona örugg og ég bara, þetta er líka svona ný tilfinning fyrir mig. Eða því að þegar til dæmis ég er að prjóna á eitthvað, þá tek ég alltaf eitthvað svona mál og ég hugsa alltaf svona, ok, reikna þess út, bara út frá, reikna alltaf út frá mér. Já. Þú veist, ef viðkomandi er 5 cm breiðar eða nettar en ég, þá svona, já, ok, ég það þarf að bara stytta þetta svona. En með þetta tól, og þú veist, þá var maður alltaf með smá í maðan, en með þetta tól, þá er maður bara, ok, þessi peysa er að fara að passa. Já, bara æðislegt að heyra, því ég fannst nefnilega, sko, það sem er kannski ekki augljóst þegar maður byrjar að nota Knitable, er að það er ekkit síður, finnst mér allavega, virði í stærðartöflunum sem eru þar inni. En maður er ekkit endilega með allar þessar upplýsingar alla sem maður ætlar að prjóna á. Nei. Og bara stundum eru barnabörnin hinum einn á landinu eða í útlöndum eða eitthvað. Og já, þetta er bara svona, þegar ég byrjaði með þetta var lykkjustund fyrst, að þá var það svona eitthvað alveg helmingurinn af virðinu fannst mér. Bara þurfi ekki að fletta þessu upp eða giska. Já, algjörlega. Það getur verið mjög erfitt. En förum kannski, þetta var fyrst lykkjustund. Mér langar ótrúlega að vita bara hvernig var það hugmyndin til og þú ert núna aðeins búin að koma inn á það. En hvernig svona, að því fyrir það sem voru búin að hlusta þáttinn þar sem við tölum við Sjöfn hjá Stroff, þá var hún að tala um að hugmyndir eru oft bara svona fljótandi og það eru svo margir sem fá sömu hugmyndina og hugmyndin er kannski engins virði á meðan hún er bara hugmynd en þú veist, hvað heldur að margir hafa hugsað, hvað þægild það væri bara til svona eitthvað forritið app sem myndi bara gera þetta fyrir mann og þannig er þú bara búin að búa það til. Já, einmitt, þetta er mjög góða punktur og ég svo sammála þessu með hugmyndirna sko, þær eru allt í kring einhvern veginn og já, og svo þarf bara einhvern til að grípa hana og gera það. Já. Og þannig er þú búin að gera það. Já, það gerðist ekki leið og ég fékk hana. Nei. Ég var búin að vera með þetta svona hægt og rólega kannski að myndast í hausnum á mér örugglega í einhver ár. Og kveikjan er það að ég er svo mikið í þessu bara skapandi prjóni, ég bara sé eitthvað garn og kaupi það og er ekkert með uppskrift og svo byrja ég að gera tilraun eða verða ástfangin af einhverju mynstri og svo framvegis. Og ég var alltaf að reikna út og ég var alltaf að reikna út það sama og ég var að læra prjónfestu og svo á sama tíma er maður að prjóna uppskriftir eftir aðra og ég var svona farin að sjá bara mynstur eins og margir prjónarar byrja að sjá og akkurat þá fáum örugglega mörg okkar þessa hugmynd. Bara heyrðu, ég sé að laska útaukningar eru alltaf í annarri hverju umferð. Ætli það gildi fyrir alla stærðir og alla garðtegundir. Og ég er rafmagnsverkfræðingur að mennt og hef unnið bara alla mína starfsævi í forritun, í hugbúnaðarþróun. Þannig að ég byrjaði svona á sama tíma leið að ég byrjaði að setja eitthvað upp í Excel að þá byrjaði með bara að klæða í fingurnar að búa til forrita því að ég var vön að stjórna útreikningum þannig. En svo vantaði mig alltaf tíman líka. En þessi hugmynd, ég held bara áfram að fljóta í kringum mig og ég held áfram að gera of litla og of langa vettlinga
Einmitt. Og svo kannski tók ég fyrsta skrefið í áttina að þessu þegar ég fór í fæðingarólof með eldri dóttur mína og þá keypti ég mér lén og hugsaði bara núna ef ég allan annan tíma Já, keypti lénið prjónavélin.is eða prjónavél.is, ég man ekki hvort. ok. Þá var ég ekki komið með lykkjustundarnafnið einu sinni Mhm. og nema hvað að ég hafði engan tíma í þessu fæðingarólofi og ekkert meira gerðist. Nei. Það var hins vegar þegar heimsfaraldurinn skall á sem að það myndaðist tími í mínu lífi. Ok. Þegar maður var bara lokaður inn á kvöldin og í félagslífi bara þurrkaðist út. Það var í raun og veru 3 vikum eftir að ég hætti í fæðingarólofi. Já. Þá fór maður bara aftur að vera heima allan daginn. Ótrúlega erfitt. Já, þetta var svona dálítið svona antiklimaks. Og þá einmitt á kvöldin þá byrjaði ég að fikta í þessu Já. og byrjaði bara á að gera tilraun með sokkauppskrift til að sjá hvort að bara þetta konsept gengi upp. Þess að það að geta búið til uppskrift sem virkaði fyrir allar garðtegundir og allar stærðir. Og leiðu ég að koma með bara hana að þá byrjaði ég að spyrja bara fyrst prjónahópin minn og svo Facebook-vini mína og svo endaði með að ég laumaði þessu inn á handóða prjónara og bara er þeir eitthvað virðið í þessu eða haldið að einhver myndi nota þetta annar en ég sjálf. Já. Og það bara ringdi yfir mig bara hjörtum og þökkum og bara get ekki þakka prjónarsamfélaginu nógu mikið fyrir þessi fyrstu viðbröð því að það bara var mér byr undir báða vængi. Já, og ég er alveg að fá gæsa. Já, akkurat ég eiginlega líka. Já, það var æðislegt sko og þannig að ég held áfram, byrjaði bara að prófa mig áfram með vettlinga uppskrift og þarna var þetta var bara opið og ókipis, þú veist, mér langaði ekki að vera að forrita greiðslukerfi eða þú veist, það stundir sem ég fekk voru ég var bara með brennandi áhuga á þessari pælingu. Og nafnið Lykkjustund, kannski gaman að segja frá því líka, er að ég á föðursystir sem að segir oft drjúgar lykkjustundir. Já, það er ótrúlega fallega. Þannig að þaðan kemur þetta og svona pælingin var einmitt bara að nýta vel lykkjustundir prjónara. Já. Og ennþá betur heldur en bara reynum að minnka hversu mikið fólk þarf að reykja upp og svo framvegis. Og setja við útreikninga, þú veist, það var líka vonin að fólk myndi þurfa að gera minna af því. Já. Þannig að lykkjustund.is var lén númer 2 sem ég keypti. Ok. Og já, svo bara vatt þetta svolítið upp á sig. Ég byrjaði að gera húfuuppskrift og það var í raun og veru fyrsta uppskriftin sem ég fattaði að það er ekki til eins standard húfa og vettlingur og sokkur. Svona allavega í íslenskri prjónamenningu. Og ég velti þessu heillengi fyrir mér og endaði á að ég þyrfti að hafa valkosti, ekki bara fyrir stærð og garn heldur líka einhvers konar hönnun. Já. Þannig að þá var ég komin einhvern veginn með fótinn ennþá lengra ofan í þessa hólu. Og svo, ég veit ekki hvort ég ætti að segja því miður að þá hætti þessi félagslega einangrun. Já. Af því að lífið fór á stað aftur. En það kom alveg smá svona, það hægðist á mér. Já. Við það bara fara aftur að vinna út úr húsi og aftur byrja að fara á viðburði og hitta fólk sem er náttúrulega dásamlegt. En það hefur svona, það er kannski rauði þráðurinn í minni sögu að það hefur verið mikið púsluspil að finna tíman til að sinna þessu rétt og hlutfallið milli þess að uppfylla skyldur sínar sem bara ég á fjölskyldu og við eigum íbúð og svo framvegis, þannig að maður er ekki lengur bara með svefnpoka á skrifstofunni, það er ekki færi. Nei, mitt. Þannig að já, þetta hefur verið svona upp og niður, en það sem að náði mér úr svolítið svona þessu kannski fyrsta sírópunu var að ég fekk styrk frá Tækniþróunarsjóði. Já. Sprótastyrk upp á 20 milljónir. Ok, vá. Og það var bara algjör leikbreytir. Já. Og þá gæti ég farið að, þú veist, kaupa mér hönnunarvinnu og ég fekk að fara svo hef ég farið í 3 svona viðskiptarhraðala, nýsköpunarhraðala í gegnum ferli líka
og eitt svoleiðis sem sagt fylgdi með þessum styrk og hann var ekki síður verðmætur heldur en peningarnir Já. og þá fekk mér bara ráðgjöf vörumerki og markaðssetningu og rekstur fyrirtækja þetta er náttúrulega bara, það er mjög margar hliðar á þessum peningi sko. Já. Þannig að svo eftir að ég var komin þessi styrku gaf mér sér tvær á því að lækka við mig í dagvinnunum minni, verið í lægri prósentu og þá gæti ég byrjað að sinna því að gefa út peysu uppskrift sem er auðvitað mikilvægastu uppskriftin fyrir svona vöru. Já. En jafnframt vissi ég líka að ég þyrfti að breyta nafn af því að mér langaði til þess að hafa þessa lausn aðgengilega og í ódýrari kantinum til þess að hún væri bara gagnleg fyrir fólk og svona í færi. Þannig að ég vissi að ég gæti ekki náð í raun og veru nægum tekjum inn með því að byggja þær allar á íslensku þjóðinni. Nákvæmlega. Og þannig að þá varð þetta að Knitable. Já. Ég var búin að fara í 100 hringi með nafn. Ég trúi því. Þetta kom allt í einu til mín. Já, og var laust. Mér finnst það ótrúlega flott nafn. Já, takk fyrir. Ég er bara allsæl með það. Mér finnst það bara lýsa svo vel akkurat hvað varan gerir. Já. Og trúði ekki að knitable.com hefði verið laust af því að það er alveg stórt svona ef maður ætlar að vera með andlit út á við. Já, mjög. Þannig að já, það hefur verið bara rosalega gaman að byggja upp ekki bara vöruna heldur líka vörumerkið og svo samfélagið, þú veist, og nota samfélagsmiðla og bara kynnast fólki gegnum það og bara þetta er búið að vera, það er alveg komin sko það eru komin 6 ár núna síðan ég setti fyrst fingur á lyklaborð. Já. Og eins og ég segi, hef verið á hraðri siglingu öll þessi ár en bara ég sé ekki eftir 1 mínútu, þetta er búið að vera svo skemmtilegt. Einmitt. Ég bara get rétt ímynda með það. Já. Mér finnst þetta líka svo, ég meina bara upplifuninni mín þegar ég er að gera uppskrift og eða bara með hugmynd, svo prjóna í peysuna. Þetta er svo ótrúlega gefandi og þetta gefa manni svo ógeðslega mikið en ég get rétt ímynda mér að vera búin að skapa ekki bara ótrúlega fallega heimasíðu og vörumerki og heldur líka bara þetta tól. Já, það er alveg rétt, þetta er bara mjög líkt þessari tilfinningu. Bara ég bjóð þetta til Einmitt. Og svo aðrir að gera sitt úr þessu. Já. Það er svo gaman einhvern veginn að því maður hefur séð fólk vera að taka og búin að vera að gera mjög ólíkar peysur. Já. Og eða sokka og því ég held að þetta sé líka fullkomið. Ég held að mér sé búin að vera að hugsa og mér langar svo að gera eitthvað svona afgangauppskrift. Já. Og það væri einmitt allavega til að nota reiknivélina með prjónfestuna fullkomið upp á að finna út. Já. Það er kannski ekki, að því þú ert nú mjög duglega að nota alls konar gatni, það ekki? Jú, akkurat. Það er kannski líka bara einmitt af því að ég hef þetta frelsi að treysta alltaf á að fortíðan annars ég er búin að gera útreikningarna fyrir mig en ég alveg elska bara að fara útrónar slóðir með gard sem er sko alls ekki þar sem ég var. Nei, einmitt. Af því maður að ágjur kannski af þessum tíma. Já, akkurat. Og ég líka bara svona, ég veit ekki, allir mér hafa ekki bara fundist vera fullt af óskrifuðum reglum í prjóni sem að ég held ekki, enginn hafi verið búin að segja við mig en bara, maður ætti bara prjón úr því garni sem er uppgefið og barnaföt ætti að vera úr baby einhverju garni og svo framvegis sko. Þannig að það búið að vera mjög skemmtilegt að fara út fyrir þannan ósynlega kassa. Ég trúi því. Og þetta er líka, nú er uppskriftin í peysu uppskriftin þín, hún er svona laskarma peysa. Akkurat, já. Og þá var til dæmis mjög líka sniðugt ef að ykkur finnur fallega uppskrift sem að þeim langar að prjóna sem er annarkort svona drop shoulder eða svona ykkur skonar sem er ekki laskarma þá er mjög auðvelt að það fyrst vippa því yfir í Knitable til að geta gert að laskarma ef ykkur kann það alveg ekki. Já, algjörlega. Það getur maður stöðst við Knitable peysuna til þess. Af því þú getur sett inn alveg ótrúlega mikið upplýsingum sem getur hjálpað manni að gera hana þannig ef fólk á að vandræða með að setja það upp sjálft. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er svona alls konar tól til að bæði gera uppskrift bara frá grunni og pröfa bara nýtt garn og kannski jafnvel að breyta einhverju. Já, og ég hef hugsað líka sko að ég vona að það sé einhverjarn úti sem er að nota kannski fyrir stærði sem er ekki uppgefnar í uppskriftinni, þú veist, ef að það vantar, þú veist, 5XL eða skilur við, eða bara þú veist með ofinu langar hendur, ég veit ekki hvað það ætti að vera en
einmitt að þú getur stilt upp Knitable peysu og svona breytt uppskriftin í samræmi við það. Algjörlega. Og líka ef einhver kaupir uppskrift sem prjónuð neðan frá upp, þá þínar skráðar ofan og niður. Já, Þá akkurat. þetta líka frábært tól til að hjálpa fólki að gera það. Já. Fyrir þá sem kannski treysta sig ekki til að prjóna hana öfugt. Já, einmitt. Þannig að þetta nota þetta á mjög svona mismunandi vegu. Mér finnst þetta bara geðveikt. Já. Og maður kannski hugsa alveg bara svona, vá, akkur var þetta ekki til fyrir núna? En eins og þú segir, það tíminn og það ekki bara, það örugglega fullt af fólki búin að fá svipað hugmynd, en það að þessi tími og þú náttúrulega með þessa menntun, þannig þú getur bara búin að gera þetta allt sjálf. Já, einmitt, ætli það sé ekki bara frekar lítið sniðmengið, þú veist, af öllum þessum þáttum saman. Og ég hef líka séð alls konar í raun og veru anga af sömu hugmynd en þeir enda kannski í bók sem útskýrir fyrir þér hvernig þú átt að reikna allt út sjálf, eða ég hef séð konu gefa út í raun og veru bara Google Sheets skjal aðgengilegt fyrir alla, þú veist, þannig selur hún uppskriftina sem þá aðlaganleg uppskrift. Einmitt. Þannig að, já, eða þú veist, PDF-skjal, það sem maður á að fylla út tölurna sjálfur og svo framvegis. Þannig að það eru aragrúa klárum konum í fortíðinni sem hafa fengið sömu hugmynd. Já. Og bara já, akkurat hafði ég þetta verkfæri sem forritunin í höndunum. Þannig að það fór ágætlega saman og svo náttúrulega bara fleygir tækninni áfram í raun og veru. Þú veist, það verður alltaf auðveldara og auðveldara að búa eitthvað svona til. Já, nákvæmlega. Og líka svona kannski, já, eins mikið verður auðveldara, en þá þarf maður samt einhvern veginn að kunna nota það. Þannig að mér finnst það bara ótrúlega flott að fara af stað, að því ég get ímyndað mér að þetta hafi í upphafi svona verið eins og ógerlegt verkefni einhvern veginn, en hafa svona mikla trú á, þú veist, og sjá svo þegar það að virka. Já, ég var alveg velti fyrir mér af hverju mér datt aldrei í hug að hætta á neinum tímapunkti. Ég bara alltaf vitað að ég yrði að halda áfram. Af því ég bara brenn fyrir þetta og mér finnst þetta bara að vera geggjað og geti bara orðið betra og svo framvegis. Já, 100% sammála því. Já, en ég, þú veist, það hefur alveg verið svona góðviljað fólk í mínu lífi sem hefur svona bent mér á að það væri kannski svolítið mikið í gangi hjá mér með lítil börn og vinnu og svo eitthvað svona gæluverkefni eða ástríðuverkefni eftir því hvernig þú lítur á. En það líka held ég það að, þú veist, þegar ég tek tíma í þetta, þá stend ég ekki upp þreytt. Nei, nákvæmlega. Já. Þetta gefur manni orku. Já. Þegar maður hefur svo mikla ástríðu fyrir hlutunum, þá það einmitt þannig. Og maður getur ekki minnka við því, við sig. Í þessu. Akkurat, sko. Mér finnst þetta raun og veru, mér finnst þessu að sé með, þú veist, 2 batteri, eða kannski 3. Þú veist, það er 1 fyrir börnin og fjölskylduna og það er 1 fyrir Knitable og svo er 1 fyrir bara þegar maður þarf að sinna hinum lífsins skildum. Og já, það er bara mismunandi hvaða batteri eru full og þegar ég vinn í Knitable þá fyllast hinn batterið mín. Ég er bara 100% sammála. Þetta svona nærandi þegar maður með svona verkefni sem hefur svona mikla ástríðu fyrir. Já. Og líka, þú veist, þetta líka verkefni sem að, þú veist, þetta getur bara stækkað og svo ertu að horfa þú sérð ávinningin út allt af því fólk að nota þetta. Já, það náttúrulega bara besta af öllu, sko. Já. Það einhvern veginn held ég eitthvað sem að, mér hefði aldrei dottið í hug áður en ég fór að gefa ykkur uppskrift. Maður hefði bara ekki spáð í því, en þegar maður er búin að upplifa þetta, þá bara getur maður ekki hætt. Já, svo bara með nýja hugmynd og maður verður bara alltaf hana, þú veist. Nákvæmlega. Já, hvort það nýj hönnun eða hjá þér eða nýr fítus í Knitable, já. Og maður kannski bara getur ekki, líka oft svona þegar þú komið svona langt af stað og þú kannski með ykkur hugmynd, þá tekur það kannski meira orku frá þér að ofhugsa í staðan fyrir að bara setja sniður og þá nærða að hlaða. Já, nákvæmlega. Þannig en váka mér gaman að heyra með hennan styrk af því að mér finnst þetta bara að vera svona samfélagslegur ávinningur að það hafi fengið þetta. Já, ég er bara svo þakklátt
fyrir Já. þetta og þú veist, einhver hefur lesið yfir umsóknuna mína innan þú veist, einhver liftækni fyrirtæki og Já. umhverfislausnir og hugsa bara, heyrðu, þessi prjóna hugbúnaður er góð hugmynd. Já. Hver sem það Frábær var, takk fyrir. Já, einmitt. Og bara, já, einmitt, samfélagslegur ávinningur, mér finnst þetta bara, vá, hvað gaman að heyra þetta. Og líka að þú hafir fundið leið, að því einmitt, þegar maður hefur svona miklu ástriðu, þá finnur maður leiðir til að, þú veist, hvernig geti sinnt þessu meira. Af því þú hefur kannski ekkert, farið að horfa á okkur svona styrkin, maður hefur komið kannski aðeins áleiðis. Já, nákvæmlega, og það var í raun og veru kannski líka þessi fyrsti nýsköpunarhraðall sem ég fór í sem opnaði augum mín fyrir því. Já. Hann heitir A2VE og er keyrður á hverju árið, þetta er nýsköpunarhraðall fyrir konur sérstaklega. Ok. Þannig að mér fannst, ég ætlaði ekkert endilega að verða frumkvöðull þegar ég fekk þessi hugmynd, en þessi innrömmun lækkaði þröskuldin fyrir mér og ég bara, heyrðu, ég er með hugmynd og Einmitt. þannig ég tók þátt í fyrsta sinn sem að þessi hraðall var keyrður. Þetta er samvinnu verkefni milli Bandaríska sendiráðsins og Háskóla Íslands. Ok. Mæli með, sko. Og hvar er hægt að skoða meir þetta? Ef einhver er Ég með held hugmyndirnar? að bara að maður googla bara A2VE nýsköpunarhraðall fyrir konur eða fyrir partinu örugglega nóg að þá finni þetta. Það er síðan held ég hjá HÍ bara þetta. Ok, geggjað. Mér finnst svona eins og ég hafi svolítið sett fótinn bara á færiband þegar ég skráði mig í þennan hraðall Já, og svo síðan þá haf ég alltaf vitað hvað næsta skref er í vegferðinni. já, Þú veist, næsta skref er að sækja þennan styrk og þegar ég kom inn í styrkin að skilur þá er ég búin að búi til plan sem átti að fylgja með styrknum og nú er það planið mitt og svo hitti ég mentor á þar og þá fer ég ráðgjöf og nú er það planið mitt. Þú veist, ég bara síðan þá alltaf verið með plan framöndan. já, Þannig að ég held að þessi bara spurningum að setja fótinn á færibandið ef Já. að þið eru því sambarlegum vangaveltum. einmitt. Og þá virkar þetta bara svolítið eins og forritið þitt, að þetta gefið þér svona öryggi. Já, akkurat. Þú veistu hver næstu skref eru. Já, kom með hjarteki eitthvað einhvern veginn þarna. Einmitt. Já. Vá, hvað það er. Og ég elska líka þegar þetta er svona svo rennilás. Þetta er bara svona, þetta átt að gerast, að það átt að fara svona. Já, ég bara lít allt að inn í ganga. þannig, sko. Geggjað. En fyrir þá svona kannski sem vita ekki, þú veist, hver er Nanna? Þú ert bara ein með þetta. Ég hef svona mestanpart verið ein með þetta. Akkurat núna er ég með, við erum 4 í heildina. Já, Hún heitir Reynanda Blöndal sem er meðstofnandi minn og svo er ég með forritara með mér sem heitir Emil og markaðsmannesku og hönnuð sem heitir Lotta. ok. En það er mjög fljótandi hvað eru margar hendur vinnandi á hverju stundu og ég hef svona spilað inn á einmitt styrki, ég fekk líka markaðsþróunarstyrk frá Tækniþróunarsjóði og já, við erum svona flæðandi í því hvað við vinnum og bara ég sjálf hvað ég get verið svona hvort ég er all in í Knitable eða þarf að vera líka Einmitt. með eitthvað annað í gangi, sko. Já, En ég er mjög þakklátt fyrir fólki sem hefur tekið þátt með mér í þessu af því að það er alveg svolítið stríð við hausinn á sér að vera frumkvöðull já, eða bara einyrki eða lítil fyrirtæki eins og margir í prjónaheiminum þekkja og þú eflaust líka. einmitt. Að það er rosa gott að geta bara kasta hugmyndum á milli, fengið samhljóm, hvatningu, Já, nýjar hugmyndir, maður fær ekki allar hugmyndirna sjálfur heldur. einmitt, já. Þannig að bara hefur algjör gjöf að vinna með þessu fólki. Einmitt, og já, að því oft líka er maður að horfa á hlutina á sínum vegi og svo kemur ykkur annar og segja, en hefur pælt í að horfa á þetta svona og það er bara svona, wow, Nákvæmlega. mér finnst það svo gaman Já, og þá verður þetta bara betra og betra þegar þú fær mismöndi sjónarhorn. 100%. Og líka því að ég byrja með lykkjustund og hún hefur ákveðið einhvern veginn notandi viðmót og ákveðina reiknivélar bak við tjöldin og svona Já, að það er mjög frískandi fyrir mig þegar einhver kemur inn sem byrjaði ekki þar. Já. Þessum hausinn er ekki sendiraður akkurat í því fyrir uppsetningu, sko. Já. já, já, myndi að horfa á það sem svona grunninn og þá er maður kannski stundum bara svolítið í, en þetta virkar svo vel. Já, Að fá einmitt, og svona hugsa alla viðbætur út frá hvernig það er núna en Já. nýr haus getur einhvern veginn algjörlega breytt því. Já, svona fersk augu. Já. Algjörlega.
bara frábært að vera með einmitt gott fólk í þessu. Já. Og mér finnst þetta einmitt ótrúlega flott, mér finnst allt efni frá þér ótrúlega flott. Ertu að taka allt upp sjálf? Já, það eru mjög skrautlegar upptökustúdíó mitt alls konar. Já. Það er ekki eins fínt og hjá þér. Þetta bara ég og síminn minn stundum með eitthvað sko, já, það er kannski ágætt dæmi að svona upptöku fóturinn sem að ég nota Já. hann er þrífættur en hann er búinn að missa eitt fót af því að dætur mínar leika sér oft með hann sem hljóðnema, sama hvað ég segi. Þannig að ég till honum þannig að hann sé kyrr. Já. Einhvern veginn virkar þetta allt saman. Svo má ekki rekast í hann. Já, akkurat. Sko minn er brotinn. Já. Þannig ég þarf að nota svona teygju til að halda símanum. Einmitt. Það er að redda sér. Heimilislegt. Já. En jú, svo bara einhvern veginn, hann alltaf skiptir langt mestu að bara kontentið sé gott. Já. Þannig að svo lengi sem að og bara já, svo sem líka ágæti síma, þannig að akkurat upptöku tækið sjálft er gott sko. Já. Þannig að þó maður sé að hengja þetta í gardínur til þess að halda þessu stöðu eða hvað það að þá kemur það ekki að sök. Nei, og þá aðalmálið er efnið sem er að gefa út og það er alltaf mjög, þú veist að setja, þessi þáttu kemur bara út núna á sundaginn, við erum að taka þetta upp á miðvikudeginum og þú varst að posta, var það ekki í dag, svona pröfuprjóns upplýsingum? Jú, það var ótrúlega flottur póstur og ef ykkur mæli með að kíkja á Instagram ef ykkur er að vandraðast með prjónfestu pröfuna. Prjónfestu pröfu, já. Já. Við erum með þema í maí. Það snýst allt um prjónfestu pröfuna og prjónfestu. Já. Og já, þannig að við erum með alls konar fróðleika á Instagram síðan okkar og Facebook. Já. Tengda þessu. Og kannski eitt í viðbót varandi upptökurnar og hvernig maður kemur því fyrir í lífinu er að ég setti þetta inn sko 10 mínútur eða 5 mínútur í miðnætti í gærkvöldi. Þannig að það birtist í dag hjá flestum. Okay. En það er eiginlega stærsta áskorunin hjá mér er að finna næði til að taka upp. Af því að það er alltaf líf og fjör heima og ef ég tek upp á kvöldin að þá er ég búin kannski að klára efni einmitt rétt fyrir miðnætti og ég postaði gjarnan þá vegna sem ég finnst líka að það þurfa að vera eitthvað svona ákveðin tíðinni á því sem kemur inn en þá náttúrulega bara grefst það undir öllu. Þetta er hræðilegu tími til að posta. Já. En þannig að endilega kíkið bara inn á Instagramið okkar til þess að finna það sem ég hef verið að posta á miðnætti í gegnum maímánuð. En svo það er hægt að gera svona schedule. Já. Ég ætti að vera því. Það er rétt. Það er eitthvað svona óþolmæði í mig líka. Ég verð bara núna. Já. Ég klára þetta þarf að fara frá mig núna. Það væri skynsamlega að nota schedule. Náttúrulega samt miðnætti þá er kannski einhver erlendis sem er Já, það er rétt, gæti verið góð tími fyrir hvaða Ég er ekki alveg viss. Ég er ekki alveg viss. Ég þurfti að googla það. En ég nefnilega rosalega svona fókusir á að skoða hvenær mínir fylgjendur eru aðalega á Instagram fyrst sko og sá þá ég að posta 2:00. Já. Af því flestir eru aktífir 3:00. Ok, já, mitt 2:00 á daginn, já. Já, þá þannig ég er svona yfirleitt eitthvað og ef ég er að gera þetta svona sent á kvöldin þá sketsjúla það næsta dag. Já. En svo er ég var að tala við eitt sem er með 150.000 fylgjendur á Instagram. Já. Hann posta bara þegar hann nennir. Já. Þannig að þú veist, það er ekkert rétt eða ránt í þessu. Sko Lotta, hún er með hausinn betur inn í þessu heldur en ég og hún segir mér að ég ekki posta sunnudögum og það er lítil virknum helgar og svo framvegis sko. Já, ég held ég þau kannski að hlusta. Já, því líka með því að gera ég veit ekki hvort þú hefur tekið eftir ég til dæmis, það sem ég posta á föstudögum það fær bara ekki eins og 100 like. Já. Þannig að fólk er ekki mikið á Instagram á föstudögum ég passa mig alltaf að gefa aldrei út uppskrift á föstudögum. Einmitt, já. Þetta er sniðugt sko. Ég velti fyrir mér hvort þetta sé svona fyrir alla hópa eða hvort það sé prjónagrammið sem er bara í fríum helgar. Ég meina, fyrir til dæmis kannski djammarana er örugglega mjög sniðugt að posta eitthvað svona efni djammið eða eitthvað drykki á föstudegi. Já. Þá kannski myndi það virka út að borða eða eitthvað, já. Ég eða út í leiðinu hvað ætlar að grilla eða eitthvað þannig sem fólk er kannski að gera helgar. Ég meina, ég prjóna alltaf helgar. Já. En
fólk er kannski með plön eða ég veit það ekki. Já. Það er eitthvað. En svo er einmitt örugglega mjög mismunandi af því ég er með mjög mikið erlendum fylgjendum. Þannig að kannski eru, ef það munar 2 tímum, já, þessi systir mín býr í Stokkólm, Já, hún er 2 tímum undan, þá er hún búin að vinna klukkan 4, þá er klukkan hér 2. einmitt. Þannig að ef ég er með Já. mikið af fylgjendum þar, þá sem sagt, er það örugglega ástæðan. Já. Þannig að það er svona mjög mismunandi. Þetta er satt ekki það að fólk sé bara á samfélagsmiðlum í vinnunni. Það eitthvað örugglega. Það fyrir eftir hvernig vinnan er. Svo ef það er heima að prjóna þá tímir það ekki að taka síman upp. Nei, nefnilega ekki sko. Alls ekki. Ekki nema, ég er nefnilega að fíla þegar fólk talar í story. Mm. Þú ert búin að gefa út nokkur þannig ríl, þar sem þú ert að tala. Já. Þá þannig kannski, ég get hort náttúrulega bara með öðru auganu og geti verið að prjóna. Já, sammála. Það er svona fyrst mér svo gaman að hlusta á eins og Önnu Siggu og Páli eins og kom í story Já, og tala um svona eitthvað prjóntengt. það er Getur maður næs. verið að prjóna og hlusta á það. Það er svona bara eins og heimsendur prjónaklúpur. Já, og þannig einhvern veginn fekk ég líka svolítið hugmyndina af þessu. Bara mér langar að Já. hafa þetta lengra. Já. Og þá er næs að hafa svona prjónaspjall. Já. Að því kannski prjóna vinkonum hans, nenni Já. ekkert að tala um prjónun við mann sem er ekki að prjóna. Já. Að það getur stundum verið svona, mann langar svo að segja frá okkur. Ég veit það sko. Og eða sína líka. Já, Sko, burt sér frá því þegar maður er að prjóna og kósi að hlusta á eitthvað, en stundum líka langar maður bara til þess að sína manneski sem skilur já, hvað maður var að klára. einmitt. Ef þú kannski myndir sína manninu þínu þar sem varst að sína mér hérna vettlingana, Já. hann er örugglega ekkert spenntur fyrir því. Nei, hann myndi örgulega segja, vá, það eru fínir. En En þú við- veist, já, hann sérði hvernig þetta er hérna. Já, ég er að Ég pröfa hérna útsaumaði nýtt þetta og já. Einmitt. Það sem var bara eitthvað, vá, þetta er, mér finnst þetta alveg frábært. Við, hérna, kannski tökum það bara núna úr því við erum komnar út í þetta. Ég spyr alltaf sérst hvað er með á prjónunum. Já, akkurat. Ég er sem sagt með vettlinga á prjónunum og er að nota Knitable vettlinga uppskriftina. Og þetta byrjaði sem svona, ég ætlaði bara að gera tiltölulega einfalda hugmynd sem væri svona blóm á stönglum og ég ætlaði bara að prjóna, þú veist, búið til litamynstur sem væri stundum með blómablöðunum og stundum með stönglunum eða laufum eða eitthvað svoleiðis. Já, Og svo bara einhvern veginn eins og gerir stundum með hugmyndir að þegar ég byrjaði að spá í hugmyndinni þá hugsaði ég gæti látið litina svona skiptast á og breytast hægt og róla úr einhverjum tónum og ég hugsaði, kannski ger ég mold undir, kannski læti ég brúnatóna verða grænum og svo er þetta einhvern veginn eins og blóminn sé að koma upp úr og árni vissi að var ég líka að byrja að gera ský og himinn og sól og nú er ég búin að ákveða að ég ætla sér að sauma út blómahausana, bara vinna í stönglunum og svona umhverfinu í prjónunum sjálfu já. og ég fekk dóttur mína með mér í þetta, þetta eru vettlingar handa henni og það er eitt sem ég finnst svo ótrúlega skemmtilegt líka við, þó ég klappi sjálfur mér á bakið við Knitable, er það bara að ég get gert nákvæmlega það sem hana langar Já, og já, fyrir utan það að ég get ekki prjóna neitt án þess að ég sé spennt fyrir þið líka en einmitt. saman getum við fundið bara algjörlega einstaka vettlinga í þessu tilfelli sem hún er spennt fyrir og sem ég langar til að prjóna Já, og þegar við vorum búin að spá aðeins í þessu og hún var búin að benda mér á okkur að liti fyrir blómin að þá segir hún, mamma, ég elska að gera þetta með þér. æi. Já. Ó, fóka það er sætt. Já, og þú veist, þá einhvern veginn, þú veist, hún er meðvituð að ég sé að gera þetta fyrir hana, hún á þátt í þessu og svo tínur úr þeim á fyrsta degi, en við áttum allavega Já, þetta svo góða moment stund. saman. Til að taka góðar myndir af þessum vettlingum áður en þeir fara út í fyrsta sinn. Já, ég myndi gera það. En vonandi samt, passar hann og kannski síni vinkonu sínum og Já, já, setjum merki með inn í, sjáum hvað það gerir. mitt. En já, ég byrjaði raun og veru líka á þeim vegna þess að ég er með námskeið hönnun vettlinga og hvernig maður getur leikið sér með að búa til sitt eigið á prjónagleði í ár. Þannig að þetta er svona undirbúningsverkefni fyrir það. Já, herði, það er spennandi. Það er eina námskeið sem þú ert með, eða varstu með 2? Ég er með 2, ég er líka með afgangaprjónsnámskeið sem ég hef verið með nokkru sinnum og er líka alltaf ótrúlega spennt fyrir, ég er alveg brenn fyrir afgangaprjón. Já,
Þannig að já, þetta var svona, að því ég hef haldið afganganámskeið áður en þetta er í fyrsta sinn sem ég er með vettlinganámskeið þá er þetta, ég er að vinna heimavinnuna mína. Ok. En svo ætti ég kannski að gera aðeins einfaldari vettlinga þegar ég búið með þessa. Svo ég ná að gera fleiri pör. Já, mitt fínt að vera með mismunandi svona stig í verkefninu. Akkurat, sko. Ég ætla að gera nokkur sýnidæmi og Já, spennandi. En hvernig er ennþá laust á námskeiðin? já, það er ennþá nokkur sæti laus á hvoru tveggja. Ok, það er þetta að bóka þau inn á prjónagleðin.is. Já, það er prjónagleði.is og það er alveg svolítið farið að seljast upp af námskeiðunum á prjónagleði. Ok. Þannig ef þau eru að fara eða ef þau eru að hugsa að fara þá segi ég takja ákvörðun komið, það er ógeðslega skemmtilegt og það er 10 ára afmælishátíð í ár. Já. En kíkið þá á námskeiðin. Það er mjög margt spennandi Já. í gangi. Mér finnst þetta einmitt mjög áhugavert. Ég var einmitt búin að skoða þetta afganga á námskeið. Mér finnst það mjög spennandi. Já. Þannig að já, mæli með að kíkja. En þetta er eitthvað sem þú ert bara með á prjónagleðinni? Já, ég hef samt haldið afganganámskeiðið stökusinnum líka hérna í bænum. Já. En svona því að ég er almennt séð ekkert mikið í námskeiðhaldi nema einhver svona hnippi í öxlina á mér að þá hef ég ekkert aktíft verið að halda því úti. Nei. En það gerist alltaf á til. Já. Mér finnst þú búin að vera mjög dugleg, mér finnst þú vera kannski mjög sýnileg á svona með viðburði. Já. Þú ert búin að vera að halda viðburði með Thelmu Stæman. Heyrðu, jú, akkurat. Við erum búin að halda saman núna 2 viðburði sem að voru báðir bara ótrúlega skemmtilegir, að minnstakosti fyrir okkur, en vonandi fyrir alla. Já. Við vorum annars vegar með svona bara prjóna veislu eitt laugardag í maí fyrra, sem við kölluðum, kvöldvakan hét Lykkjur og lögg, sem var svona, kallast á við strikk og drikk á dönskunni. Og við vorum með, Thelma var með námskeið sem ég kom inn á líka og svo vorum við með prjóna kaffi allan daginn og svo enduð við í bara kvöldvöku og fjöri. Já. Og þetta var bara ótrúlega skemmtilegt samstarf og við vinnum vel saman. Já. Þannig að svo heyrðu Íslands Hótel heyrðu í okkur. Já. Og spurðu hvort að við hefðum áhuga að vera með prjóna helgi. Þannig að við heldum eina slíka í janúar, fórum í Reykholt með bara æðislegum hópakonum. Já. Og vorum bara með prógram alla dagana og bara það var svona eins og að fara á bara prjónafestival, eða þess að við settum þetta upp eins og prjónafestival þar sem maður bara mætir á það sem mann langar til og svo maður bara í spaðinu eða göngutúr þess á milli. Geggja. Já. Alveg bara svona ótrúlega fullkomin svona, hvað maður segja, self-care helgi. Fyrir prjónaran. Nákvæmlega. Og ég veit að þetta var svona jólagjöf sumra þeirra. Já, það kom þarna. Og það gekk jólagjöf. Já, einmitt. Þetta gekk svo vel að við ætlum að hafa aðra helgi í haust. Ok. Hún verður á Húsavík. Já. Og verður 17. til 18. október. Ok, og byrja að selja í þá ferð? Nei, en hún fer í sölu á næstu dögum. Þannig að fylgist með hjá Thelmu eða á It's Knitable á Instagram. Við setjum inn. Það er bara á næstu dögum eða næstu vikum. Já, spennandi. Líka geggja að vera með þetta svona, ekki bara í Reykjavík. Það var svona líka út af þessu landi. Akkurat, sko. Við það eru, ef maður er á prjónagramminu þá þekkir maður einhvern veginn fólk út allt land og bara við sjáum alveg að það er ótrúlegt líf fyrir norðan líka til þess að bara ég vildi maður væri að gera þetta í hverju mánuði náttúrulega en já, gaman að fara norður líka. Já, það er alltaf gaman að kíkja. Já, svo ætlum við að hafa sjóböðin með í dagskráni og þetta verður geggja. Gera þetta næs, já. Já, þannig að næstu viðburðir hjá þér eru þá á prjónagleðinni og svo í haust þessi viðburð með Thelmu. Já. Ok. Það er það ekki líka bara nóg að gera? Það fyrir rosalega mikil tími að undirbúa svona viðburð. Það er nefnilega einmitt málið. Við prófuðum að vera með mánaðarlega viðburði, ekki þennan vetur heldur síðasta. Það var ótrúlega skemmtilegt og við vorum alltaf með eitthvað nýtt. Okkur langaði alltaf að gera eitthvað nýtt í hverju mánuði.
En jú, það er alveg rosalegu tíminn sem fer í undirbúning Já, og ég fann alveg að svona, ég þyrfti að setja fókusin á vöruna til þess að bara hugmyndir fengju form, sko. einmitt. Þannig að já, ég hef svona meira verið núna bara í af og til viðbörðum eða samstarfi með öðrum. En svo er aldrei að vita. Nei, Það tekur upp aldrei þráðan þetta. aftur. Einmitt. Það er gaman, eða fóturinn er komin á færibandið. Já, nákvæmlega. Sjáum hvert það leiði þig. Já. En hvað svona, þegar við hittumst daginn og þá varst að segja mér að þú eins og í grunnskóla fannst þér ekkert voðalega spennandi að vera í handmennt. Heyrðu, já. Hvernig Einmitt. er svona handmennta, kannski ferillið þinn, hvernig hefur hann litið út? Hann er skrautlegur, eða kannski ekki skrautlegur. Ég veist það ótrúlega fyndið einhvern veginn að... Já, ég nefnilega þoldi ekki handafinu Já, í grunnskóla og ég bara tók út fyrir að vera í handmennt, ætlum við mikið kalla það þá, já, og bara prjóna einhverja prjónföstu pröfur sem voru alltaf fastar eða þvottapoka eða eitthvað og mjakaðist aldrei neitt. nei, Og ég á sko föður fjölskylda mín, sko, ég á mikið kyn til bara alls konar hannyrða og bara já, ég var alltaf einhvern veginn að reyna að fá kennslustundi í hinn og þessu, prjóna hálfan vettling hér og þar af því að einhvern veginn þetta var allt í kringum mig. já, En bara ég náði þess aldrei, þetta varð aldrei nógu spennandi fyrir mig. nei, En ég var bara stanslaust leitandi og teiknandi í svona einhverju annari aðeins fljótlegri sköpun. mhm, En svo sem sagt þegar ég var 25 ára að þá var ég í mastersnáminu mínu og ég hafði tekið svona sumarkúrs. Þannig að tók því ekki að fara í sumarvinnu milli fyrra og seinna ársins míns. já, Þannig að þá var ég 1,5 mánuð á Íslandi með lítið að gera já, og frænka mín, mitt úr þessari föðufjölskyldu, já, bara rétti mér prjóna og léttlópa og hún sagði mér bara, svona margar lykkjur fetjarðu upp, aukur út svona þegar þú ert búin með únliðin og svo getur þú bara gert eitthvað minnstur já, þegar þangað er komið. Og þetta var bara lykillinn. Þetta bara aflæsti einhverju hurð í hausnum á mér. Að bara ég gat gert það sem ég vildi, ég gat fengið nýjar hugmyndir og útfært og mér finnst sko enn í dag vettlingurinn vera besta fyrsta verkefnið ok, af því að hann er fljótlegur og hann er fjölbreyttur. já, Þú veist, ekki gera trefil. Ég Nei. ráðlegg engum að byrja á trefli. Og svo hefur hann notagildi og þú getur leikið þér alls konar með hann. já, Og það var það sem gerist þarna, að ég fekk ekki bara uppskrift í hendurnar, heldur autt blað. Og svo síðan þá einhvern veginn er þetta svolítið sem að svona keyrist prjóna ferillin minn áfram. já, Að mér langar að gera einhverju nýja hugmynd og fæ henn á heilan og útfæra hana svo. og hvað það er áhuga, eða þú veist, einmitt, að því maður er oft bara kannski með svona ákveðnu hugmyndum hvað þetta er, þú þarft að gera hlutinu svona, eins og bara leið og einhver segir þér að þá Já. einhvern veginn opnist bara, heyrðu, vá, Já, ég skil eiginlega ekki alveg hvernig ég gat ekki fengið þetta á heilan allan þennan tíma, þú veist, í grunnskóla, en kannski var ég bara ekki tilbúin, því að eftir þetta, ég var bara alltaf og hef verið bara síðan, alltaf með prjón í töskunni, já, bara gripið í þó ég sé 5 mínútur að, þú veist, á einhverju biðstofu einmitt, og þá tekið upp prjónana. já, en það er örugglega bara, einmitt, hvernig þetta var sett upp, Ég held það, fyrir mig, já, það var bara ekki spennandi. já, það getur verið það einmitt, þetta, að því ég til dæmis, mamma saði mér líka bara, heyrðu, gerði bara svona, ég hef aldrei reynt að lesa uppskriftina. Já, einmitt, að þú meinar að hvernig maður Svona hvernig presenta- leiðbeiningarnar koma til manns það líka. getur alveg verið líka Já. eitthvað sem maður svona hugsa, heyrðu, já, ok, ég get gert þetta svona. Já, Af því bara, bara allar lópapeysuna sem ég hef prjónað, miða ég út fyrir þessari fyrstu sem ég gerði, af því ég gerði aldrei prjónfyrstu pröfu. já, já. Þannig ég bara man að mamma sagði 132 lykkjur. Já. Ég bara gerði það alltaf í álafórslópa. Einmitt. Þannig þá vissi ég bara að það passa á mig Mm og svo einhvern veginn, já.
Ég vildi svo oft að maður gæti að það tíðkaðist meira að gefa út uppskriftir svona sem leiðbeiningar Já, og ég veit alveg að fólk er að gera það, þú veist, með því að setja eitthvað bara í, þú veist, búið til ríl eða hérna hér eru leiðbeiningar en bara mér finnst að það ætti líka tíðkast að selja svoleiðis uppskriftir að því oft finnst mér flækja málið að skrifa uppskriftina já, að allt í einu er eitthvað sem er, þú veist, ég gæti lýst, ég hef stundum leikið mér svolítið með laska á peysum og bara til dæmis eftir ég er búin með laska útaukninguna, við erum að prjóna ofan frá og niður, að þú teki laskana aftur saman eða fer með þá alveg undir handvegin og saman eða eitthvað svoleiðis og bara með þessari setningu er ég eiginlega búin að lýsa fyrir þér hvernig maður gera það. já, En ef ég skrifi þetta niður í texta, já, þú veist, auka út, prjóna eina slétta, prjóna eina brauðið, þú veist, einmitt. prjóna tvær Það saman. verður svo bara svona, Já, það getur bara flækt málin, sko. já, Þannig með myndum og töluðum málið þá er allavega svo margir sem að myndu grípa það leið. 100%, sko, ég er einmitt þannig. Já. Ég er bara á mjög erfitt með að lesa og ég skrifa mínur uppskriftir einmitt ekki með neinum, eða með mjög takmörkuðum skammstöfunum. Já. Sumir þóla ekki að lesa það, en mér finnst að því að ég horfa á ómikið tákn, þá finnst mér bara eins og ég þarf að horfa á þvottaleiðbeiningarnar á okkur fatnaði, eða flík. Þú ert örgulega með superpower þá þegar kemur að því að skrifa uppskriftir fyrst að þú ert lesblind Já, og þekkir hvernig það, þú veist, það eru örgulega skýrari hjá þér heldur en flestar uppskriftir af því að bara þær þurfa að vera, þú veist hvað lest best. já, eða ég fæ allavega mjög gott feedback um að það séu mjög svona byrjendavænar og skýrar. Já. Og svona, já, að það er ekki verið að flækja of mikið og ég vil líka hafa stuttara þegar ég keypti eitthvað með uppskrift og hún var 9 blaðsíður og ég var bara, oh my god, Já. ég get þetta ekki. En ef hún er bara 3 blaðsíður, þá hugsa maður, heyri, þetta er ekkert mál. Já. Vist, þegar maður er lesblindur, skilu, þá allavega finnst mér mikla ég það svo mikið fyrir mér. Já, ég skil. Þannig að mér finnst það ótrúlega þægilt líka hvernig það er sett upp á Knitable. Þetta er bara mjög stutt, mjög skýrt. Þetta er ekki eitthvað svona krúsidúlur, eitthvað svona sem maður er bara eitthvað, þarf að lesa allt þetta. Já, þetta lítur að vera flókið. Já, nákvæmlega, þetta hlýtur að flókið, góðum góður. Já. Þannig að mér finnst það mjög skýrt. Já, frábært að heyra. Þannig að, já, mér finnst það, en svo er líka bara, svo erum við smismundu, sem finnst, ég var að fylgja nokkrum á Instagram frá Bandaríkjunum og þær þola ekki að lesa skandinavískar uppskriftir. Já, ok. Af því að þeim finnst það ekki nógu ítarlegar. Já. Hún var meira þess að gaggrina Petit Nit. Ég hef aldrei keypt uppskrift frá henni, en hún var að gaggrina að það var ekki nógu vel útskýrt hvernig þau átt að gera hlutina. Ok. Þú veist, nú er hún bara vinsalasti prjónahönnur í heimi. Já, og til vídeo fyrir næstu allt sem hún gerir en þau eru Já. kannski á dönsku. Já, ég Getur verið, já. ekki alveg. Já, já. En þær voru að gaggrina það, þetta var ekki nógu vel útskýrt og þá var margir kommentar að segja bara svona eru bara uppskriftir í Skandinavíu. Já. Þannig að þá var maður Áhugavert. kannski ekki að útskýra eins ítarlega. Já. Stundum verið kannski best að það væri hægt að svona zooma út og zooma inn Ég í meina eins og- uppskriftum. eins og ef maður segir, þú veist, fitja upp 38 lykkjur og ermi, ég ætla ekki að segja hafðu 12 og svo 14 og 12 Já. ef þá er það kannski að meina eitthvað svona, Já, ég veit það ekki, getur verið. en já, þetta er Ég þurfti áhugavert. að bæta þessu við á Knitable eftir eitthvað feedback, sko. Já, er það? Já. Já, ok. Já, En mér fannst það ekki þurfa til að byrja með. Nei, ég er ekki með það í mínum hvað þú átt að raða á, en já, kannski fyrst eitthvað það. En svona erum við bara mismundi. Það er frábært að fá svona feedback og svo þarf maður bara, ég til dæmis sem er svona skjal sem ég sit, þú veist, ég er kannski búin að fá 2 feedback, segjum bara til dæmis þetta Já. og svo fylgist ég bara með því ef ég fyrir að fá meira og meira og meira, Já, sniðið. þá kannski breyti ég því. Já. En mér finnst ég ekki þurfa að fara í alla vinnuna fyrir 2 feedback. Nei, einmitt, það er Þú veist, mjög þegar að- sniðið til þess að Já, geta haldið áfram. einmitt, þannig að já, það er örugglega, en öll þessi feedback er ómyndaleg. Já. Svo verðum maður bara að meta. Nákvæmlega, ég elska að fá post frá fólki, af því að ekki nóg með það að þú sést að nota vöruna heldur, þú veist, er þér nógu and hana til þess að þú sendir mér tölvupost Já, eitthvað mætti betur fara, þetta eru gimsteinar. fyrir mig. það er það. Já.
stundum hugsa ég líka, þú veist, sumt það sem er verið að biðja er í raun og veru, þú veist, ef það er verið að biðja fleiri stærðir, þú veist, þú segir hvað á að prjóna langt niður frá hálsmáli en gætur þú sagt með hvað þetta er hvað þetta er mikið lengt frá handveginum, að því að ég nota uppskriftinu þínar stundum til þess að prjóna neðan frá og upp, nota bara tölunar. Já. Að í fyrsta lagi þá einhvern veginn opna ég á svo mikið notagildi fyrir notandan bara með því að bæta þessum tölum við. Einmitt. Og svo hugsa ég stundum, þú veist, ég er með allar þessar tölur, þú veist, ég gæti reiknað og bara hvað eru margar lykkjur í allri flíkina því að þetta er allt útreiknað. Og þá finnst mér bara svolítið gaman að geta bætti við. Einmitt. Og þetta eru oft líka tölur kannski sem að ekkert, þú veist, það ekkert allir prjónahönnuðir með allar þessar tölur vegna þess að bara það þarf ekki fyrir flestar hannanir. Nei. Það þarf bara mína vegna þess að þetta þarf að virka fyrir allar. Einmitt. Allar garntegundir. Að já, af hverju ekki að nýta það? Einmitt, og þú ert með þessar upplýsingar, þá er það, þú veist, það gerir hana bara meira að því þessi snittuból er bara tól fyrir svo marga til að nota svo marga mismundi vegu. Þá er náttúrulega ómyndalegt að geta verið með svona að því að líka það er svo margir sem að prjóna en kannski ég til dæmis verið að prjóna uppskrift eftir aðra, ég held ég fylgi aldrei sko sentimetrafjöldanum fyrir ermar. Nei. Heldur bara máta ég eða met. Einmitt. Og ekkert að því að ég treysti þeim ekki, bara heldur það bara því að augljóslega ætla ég að bara hendur við mig slangar. Ég ætla að testa þetta. Þannig að já, fólk er svo ofta að customæsa eitthvað að já, því meiri upplýsingar því auðveldara er að customæsa held ég. Já. Nú var ég kannski ekki að allt í einu kom til mín. Upplýsingar magn af garni í uppskriftunum? Nei, en þetta er einmitt eitthvað sem ég hef verið spurð nokkuð oft og langar mjög mikið að bæta við. Já. Og það eina sem að stoppa mig af er í raun og veru fjölbreytileiki garnsins. Já. Og það þýðir að akkurat núna þá bið ég bara notandan prjónfestuna. Og þannig að þú gætir raun og verið með bara tvinna þykkt sem væri samt með sömu prjónfestu og eitthvað rosa þykkt og juicy garn og þú fengir sömu uppskrift þó að peysan myndi líta allt öðruvísi út. En þannig að til þess að reikna út þyngd peysunar eða garnmagnið þá þyrfti ég meira, þú veist, ég þarf garntegund og þyngdarflokk, þú veist, metra versus þyngd á garninu. Þannig að það hefur svolítið þú veist, stoppa mig af að bara, já, ég þarf fyrst að fara yfir þennan þröskuld. En ég er í þessum töluðu orðum að með þennan fítus í vinnslu sem svona byrjaði eitthvað neginn bara á því að mér langaði bara til þess að geta vistað prjónfestuna mína inn á Knitable, þú veist, reikna núti hérna prjónfestutólinu og svo bara geta flettinu upp í uppskrift. Maður alltaf þegar maður fær hugmynd á þessum af hverju var ég ekki löngu búin að þessu. Já. En þú veist, ég var alltaf bara að muna, já, býta það 12,5 leikja hérna og opna svo peysu uppskriftina og sláða inn. Þannig að það byrjaði einhvern veginn þannig en varð svo að bara já, þá þarf ég að bæta við, ég þarf að geta verið með marga þræði og auðvitað vil ég þá geta að linka það við garntegund og þá þarf ég að vita garntegunduna og ef ég kom með garntegunduna get ég alltaf eins haft ítarupplýsingar eins og þessar. Og prjónastæri segi ég. Þannig að þetta er í vinnslu. Og verður rosalega gaman, það opnast margar dyr fyrir alls konar leiki með gögn. Bæti þessi við. Algjör svona stækkar gullkistan. Já, og ástæðan fyrir við veldum með mitt prjónfestu pröfuna sem þema í maí er að það sem hendar mér best þegar ég er að búa til content er að gera það sem ég er með á heilanum á þeirri stundu. Þannig að hausinn á mér er þarna núna bara í prjónfestu og prjónfestu pröfum og öllu sem því viðkemur. Já, mér finnst það bara geggja. Það er gott að nýta þegar þetta, þú veist, annars væri alltaf erfittar en eitthvað alltaf að setja það til hliðar, fókusir á eitthvað annað og bara nýta, þá er líka allir þessi hugmyndavinna og það er að koma svo mikið og þessi ástriða sem maður er bara, oh my god. Já, þú skilur þetta. Það fær maður mest út úr því. Já. Já, líka einmitt, þú veist, þegar maður er með lítinn tíma og leiðu sett, þú veist, tek hendurinn á lyklaborðinu til að búti content, þá er það ekki að þróa vöruna á sama tíma. Þannig að já, þetta var einhvern veginn svona, þetta er ný nálgun hjá okkur að, þú veist, hafa þessi þemu til þess að bara einmitt nýta
þetta momentum og kraftin í að bara bauna út því sem maður er að hugsa um. Já. Af því að það er bara glemt að maður er komið næsta 100%. fókus. Og maður verður líka þegar maður er sjálfur svona að skapa eitthvað, þá, þú veist, mér finnst oft sko, og tengið þú við þetta, finnst þér að, mér finnst ofta, sérstaklega hún tala um tíman, á veturnar, þá líður mig kannski, þetta er eitthvað sem ég verð að taka upp, ég verð að taka upp hvernig ég geri þetta, en þá er bara dimmt, Já. og það er ekki nægilega góð lýsing, þá þarf ég að byrja okkur öðru verkefni, og þá ofta á það til að maður, svo bara nennir maður, ef maður er komin inn í eitthvað annað. Já, það 100% tengi. Já, að nýta þetta momentið þegar maður getur það. Þess vegna er ég mest bara svona, ok, ég verð að nýta birtun og sumurinn Já, til að vera að taka allt upp. einmitt. Og ég var ég peppaðist að gera, vandrar alltaf að segja frá því, þetta er bara 3. prófumfyrsta mín ever sem ég gerði á gatinu Já. hérna á borðinu. Og ég var ógeðslega spennt að reikna þetta allt út í nýttaból og svo var ég allt og spennt að ég glemd að mæla hana áður en ég þvoði. Já. Áður en þú þóði prjónfyrstu prjóna. Nei. Já. Þannig ég þvoði hana Já. og svo mældi ég, þannig ég hugsaði ok, þá þú veist get ég ekki reikna með, þú veist ég er alveg svona en ég ætla bara að treysta prófumfyrstunni, hún er þvegin, þá á ég að geta treyst í að, og svo mæli ég bara peysuna þegar hann er búin. Já. Er það ekki alveg safe? Jú, það er safe og sko það er ákveðið mismatch í því að það er í raun og veru þannig sem að er best practice, þú veist, að þú prjónfyrstu prjófuna og af því þá veistu hvort þú er rétt að prjónast þær til þess að fá að endanum rétt snið. Já. Af því ef að þú ætlar einhvern tímann að þó peysuna. En svo aftur á móti í uppskriftinni sjálfri þá verða auðvitað prjónahönnuðir að segja notandanum prjónaðu x sentimetra eða, og þá náttúrulega er þetta ekki þvegið. Þannig að það er, og það er bara ekki hægt að, þú veist, ekki nema maður færi í það að vera með 2 uppgefna prjónfestur í öllum hönnunum sínum og nota annað á meðan þú ert að prjóna en þú veist, útkoman er nota þá hina prjónfestuna, það er flækjustig sem enginn vil. Nei, einmitt. En í staðinn þá held ég að maður bara svona, eða ég ætla að reikna bara alltaf með að varðandi umferðarfestuna, þú veist, lengdina, Já. að ég hugsa bara, ef ég er búin að þvo prjónfestuna þá er víddin og öllu sem er að gera rétt þó Já. virðist ekki verða núna með að prjóna og varðandi lengdina að þá reikna ég alltaf með bara hún stækki aðeins Já. og kannski getur maður hort á, þú veist, já, ef maður mann eftir að mæla prjónfestuna sína áður en maður þvær, þá veit maður kannski grófa hugmyndum hvort hún stækka mikið eða lítið en já bara stækkar alltaf aðeins. Alltaf eitthvað örlítið, einmitt. Núna allumis er ég alveg svona, ég held að erminn sé alltaf leið upp á sittina, sko. Já. En það hefði verið gott að mæla hann áður. Já. Til að vera alveg viss. En, já. Svo er líka prjón svo, það gefur mann svo mikinn séns að því að maður getur lagt það svo vel til. Já. Tósað og teikt og... Nákvæmlega. Þannig að ég, já. Já, ég held að það verði alltaf leið. Einmitt, það er eitthvað sem ég held. En það eina einmitt er þessi lengdin að því ég mældi hann ekki. En mér svona sjónrænt fannst mér hún ekki á að stækka mikið. Já, ég myndi alveg trúa því með þetta gæt, sko. En maður er ekki alveg 100% viss. Já. En þetta var einmitt, það var orðið allt og dimmt hérna. Og ég var bara eitthvað svona, ég verði ekki að byrja að prjóna þetta morgun, þannig ég, þú veist, þóðana og það var rosa dimmt, þá gæti ég ekki tekið það upp. Já. Og þannig einhvern veginn gleymdi ég mér í æsignum að mæla hana. Já, ég þekki þetta vel, sko. Já. Það er mörg verkefni sem eru bara stopp hjá mér vegna þess að ég stoppaði að ég ætlaði að taka upp næsta kafla til að búa til eitthvað content og svo bara snerti ég þau aldrei aftur. Já, það er nefnilega... Eða allavega ekki ennþá. Nei. Það er... þú veist, ég til dæmis tók upp svona videotutorial af... Ég langar að gefa út hvernig þú prjónar eftir mínum uppskriftum ef ykkur er algjörbyrjandi og vantar eitthvað stuðning. Já. Ég tók þetta allt upp síðastu sumar en það var eitthvað eitt sem ég gleymdi að taka upp. Já. Og ég er búin að vera bara eitthvað, herði, ég nenni að prjóna alla ermin aftur. Já. Í sama lit til að geta sýnt þetta en ég er ekki búin að gera neitt það næstu ár. Já. Hvað maður ofta einhvern veginn er fastur í þessu að taka upp og þetta er alveg heilmikil vinna sem er bakvið. Já, það er gríðarleg vinna. Já. Og svona, og ekki bara þegar maður er að taka upp, heldur líka bara svona í heila svona
ég vil ekki vera að nota ensk orð, capacity, Já, bara svona, pláss í geymslunni hjá manni. akkurat. Það getur tekið rosalega orku og ég get ímyndað mig bara fyrir venjulega prjónaran að vera að hugsa, þú ert með ykkur og kaupir ykkur uppskrift og þeir langar að nota eitthvað annað gat. Ég sé mjög reglulega handóðum hvað get ég notað í stað fyrir léttlópan Já, og þá er einmitt Knitable, þá er þetta að nota hjálpa allavega til að fá hérna, prjónföstu útreikningin já, til að aðstöða við að fylgja uppskriftinni sem þú keyptir akkurat. en maður vill ekki nota uppgefið gat. Já, einmitt. Það sem ég nota er hérna, prjónfestu breytirinn til þess að Já, breyta svona tölum og þetta er svona enn eitt dæmið að bara, þú veist, það er ekkert flóknir útreikningar á bak við þetta en ef maður þurft að gera á því höndunum fyrir hverja einstu tölu að þá bara er það ekki gaglegt. já, Þannig að já, ég nota hann til þess að þú veist, finna hvaða stærð ég á að prjóna í staðan fyrir stærðina mína. já, einmitt. Af því að þá get ég samt fyllt leiðbeiningunum frá prjónahönnuðinu. Já, að því margir spurja geti ekki bara að nota prjóna stærri stærðina en minni stærðina. Já, Það getur enginn að handað svara því. Þú veist, maður þarf að reikna það út til að vera viss, alveg eins og ef það munar einni likju. akkurat. Þó að það reddaðist hjá vinkonniðinni, þá ert þú kannski með allt öðruvísi prjónföstu. Já. Þannig að þetta er svona... Getur alveg fært mann upp og niður 2-3 stærðir, sko. Já, nefnilega. Já. En það er ein líka gjörsamlega falin virkni í Knitable sem að ég held að ekki margir hafi komið auga á og sem er langað til þess að lyfta upp, þú veist, sína betur. Að það er að þú getur nota prjónfestu breytin til þess að hanna flík eða, þú veist, gera þína ein útfærslu og notað mál úr uppskrift frá öðrum. Ok. Og þú veist, ég segi þetta reiknandi með því að þú hefur keypt uppskriftina og þú ert að gera bara annað hérna persónulegt verkefni, ekki Já. til þess að hérna kápura neitt. En þú veist, maður veit kannski, þú veist, ég gerði það daginn með ungbarnabuxur að ég ætlaði bara að prjóna ungbarnabuxur í stíl við peysu sem ég var að gera. Já. Og já, mér vantaði bara, það er ekki uppskrift að buxum innan Knitable, þannig að mér vantaði allar tölur, þú veist, ég er ekki með málin fyrir hérna mitti á ungbönnum neinstar. Já. Þannig að þá get ég notað í raun og veru uppskrift ungbarnabuxum sem ég hef prjónað marga oft og elska og bara umbreytti lykkjufjöldanum í mitti í samræmi við prjónfestuna mína og svo gerði ég bara einhverjar öðruvísi buxur, sko. Já. En þarna var ég komin með þetta, þú veist, akkeri að bara ég veit að þetta er rétta stærðin fyrir, þú veist, þetta er réttur lykkjufjöldi fyrir garnið mitt og 3-6 mánaða stærðina sem ég var að umbreyta. Ég veit ekki hvort það er hægt að útskýra þetta nógu vel svona í töluðmáli en Já, er þetta ekki bara, ef við tökum bara dæmi riddarinn, einhver er búin að prjóna riddarann og veit að stærð large passar ótrúlega vel á sjálfan sig eða mannin sinni eða eitthvað og svo kaupir aðra uppskrift og hún er ekki með sömu málum og þið langar að fá þessa large uppskrift eða stærð af riddarannum og þá getur og þú áttu uppskriftin heimitt búin að kaupa hana og þá getur notað þau mál. Þetta ekki meina það? Jú, akkurat. Það getur bara einhvern veginn svona umbreytt hverju einni stærð eða einhverju einni til þess að elta stærðina í riddaranum. Já. Já, akkurat. Og það er alveg, ég er búin að vera að hugsa leiðir til þess að leiða notandan meira í gegnum hvernig maður getur gert þetta. En já, það er gaman að svona uppgöta svona páskaegg í sína eigin vöru sem maður var ekki búin að gera ráð fyrir. Já, geta þá líka með notað í uppskrift sem að er ekki inn á Knitable. Já, akkurat. Af því að draumurinn væri að bara vera gagnlegt tól hvort sem þú ert að prjóna Knitable flík eða bara einhverja aðra hönnun. Og einmitt, veit ekki, stundum finnst mér þess að skrítið að kalla peysurnar og flíkurnar inn á Knitable hannanir af því að mér finnst það að vera grunnur. Já. Þannig að læt það fylgja með að þegar fólk er að nota til dæmis Knitable til að útfæra hugmyndina sínar þá finnst mér þau vera hönnuðurinn. Já, þau eru bara með svona grunn. Já, það er verkfæri. Verkfæri til aðstofa sig. Já. Já. Já, þú veist, það er alveg eflaust kannski mismunandi skoðanur að því en einmitt, þú ert að hanna þetta eða þess að þú ert átt þetta þannig að þú segir það. Já. Það kannski gefur einhverjum kannski sjálfstöðs til að pröfa að nota
nota þetta tækifæri eða tól til þess að gera sitt eigið. Já. Þannig að það að því ég hefði bara, ef ég hefði vitað af þessu þegar maður var að byrja, það var náttúrulega ekki komin að peysuna því ég var að byrja, en vákvæða þetta hefði gefið manni mikinn svona einmitt meira kannski öryggi og einmitt einhvern grunn Já. til að byggja eitthvað á. Ég man til dæmis að ég fór og fann bara fullt af fríum uppskriftum á Ravelry Já. og tók bara svona meðal stærðirnar. Já. Maður var svo hrættur að gera eitthvað vitlaust eða eitthvað, að þá getur maður líka að nota Knitable til að sjá. Já. Ok, hér er búið að reikna fyrir mig, hér eru meðal stærðirnar. Já, og kannski bara fínt að bara segja það skýrt að það má nota allar tölur og útreikninga í Knitable til þess að þó þú sért að búa til uppskrift sem þú ætlar að selja, þá má nota allar tölur og til að styðast við. En ef þið hafið áhuga á að gera uppskrift og viljið nota textan úr Knitable, það er ýmis tungumál til dæmis í bóða Knitable, að heyrið þá bara í okkur segi ég með það. Það er bara, þá finnum við eitthvað út úr því að þegar okkur langar til þess að gera það auðveldara líka fyrir fólk að bara búa til loka vöruna sko. Aðstofa fólk við að skrifa uppskrift. Já. Af því það eru örugglega mjög margir með mjög mikið af geggjum hugmyndum en kunna kannski ekki koma því í orð. Já, það getur bara verið mjög flókið og ég held að séu margar frábærar hugmyndir í fangelsi. 100%. Já. Það eru mjög, maður sér ofta á handóðum bara engin uppskrift, eitthvað upp úr mér og það eru svo margir sem segja, vá, ég var til í, þú veist, geggjað, að þá kannski geti ykkur hugsa, herðu, ok, af því það er svo auðvelt að gera bara á sig. Já. Þú veist, allar hönnunar, allt sem ég geri bara fyrst á mig og svo þarf maður að reikna út frá því. Já. Þannig að þarna er bara búið að reikna fyrir þig, allar stærðirnar, sem getur gefið manni meira sjálfstöðs til að gera þetta að uppskrift. Já. Þannig að, þannig að má nota tölunar en textin það þarf að hafa samband. Já. Það er tvennt ólíkt. Já, akkurat. Já, höfundaréttarlögin er í rauninni textin. Já, það virkar þannig í dag. Já. En já, mér finnst bara frábært því að sé að fólk hefur notað þetta til þess að aðstofa sig við að búa til uppskriftir, þessar tölunar. Já, það er og bara ómetanlegt tól til að hafa. Ég meina, ég er núna að gera meina fyrstu laskarmapeysu og ég er algjörlega að nota þetta til að svona að styðjast við og að því ég hef aldrei sjálf prófað laskarmapeysu. En þannig er ég bara með uppskrift sem ég get stutt mig við. Þannig að mér finnst það ótrúlega spennandi, ótrúlega gaman og einfalt og það er líka mjög einfalt að nota þetta mitt sem grunn. Já. Þú veist, ég veit ekkert hvort ég mun enda því að gefa út uppskrift, en ég get algjörlega stuðst við þetta. Já. Sem gefa mann alveg öryggi þegar maður er að pröfa eitthvað nýtt. Já, við reynum líka að passa að, þú veist, þetta Knitable séum allt sem snýra struktúr peysunar og þetta er bara í raun og veru bara, það er bara því prjónaða peysur eru svo fallegar að bara þessi plain grunnu uppskrift, það er bara mjög falleg peysa sem kemur út, þú veist, þegar maður prjónar hana. En við gætum þess í raun og veru að vera ekki að hanna einhver detail ofan í þennan struktúr, heldur höldum honum svolítið svona skýrum og sem dæmi þá til dæmis ef maður bæti við stuttum umferðum til þess að hækka hálsmálið aftan að þá snúum við aldrei við á axlarpartinum, snúum annarkvort við, þú veist, á fram eða bakstykkinu til þess að sé ekki margar laska útaukningar sitt hvort megin við öxlina sem gæti flækt málinu ef þú ert að nota munstur eða ef þú veist ekki af því sem hönnuður og ert að nota Knitable peysuna sem grunn að þá viljum við ekki búa til ósýnilegar óvænta glaðninga. Ójöfnu, nei, einmitt. Já, ok, þannig það er alveg búið að hugsa út í fyrir eða þú ert líka að bæta við munstri og ekki bara gera þessu grunnpeysu. Já, það er og það er kannski bara til og með vegna þess að ég hef alltaf notað allar Knitable uppskriftirnar þannig. Þú veist, þær þurfa að þjóna mér til þess að gera tilraunirnar mínar. Já. Og þú veist, við pössum upp á að þú veist, það standast allar þar sem stangast ekki á stroffmynstrið til dæmis í hálsmálinu passar alltaf við laska lykkjufjöldan. Já. Veist, það er svoleiðis hluti sem við látum sem eru absolutt réttir og við pössum upp á í Knitable. Og svo ef þú ert að gera eitthvað að þú ert að fara út fyrir það mynstur, setur inn hönnunar
eiginleika sem að brjóta þetta þá gefum við viðvaranir eða villur. Já, ok. Þannig að ef að uppskriftin skilaði sér til þín, þá Já. kemur hún vel út. Ok, vá. Já. Ég er ekki komið svo langt. Vá, hvað mér finnst það. Þetta er til mér að ég man þegar þú varst að sína mér laskarmapeysu einmitt, það sem að stroffið kemur í laskan. Já, Þetta er svona smáatriði sem að ég hefði aldrei hugsað út í, en þegar þú er búin að sína mér það, þá bara svona, já, vá. já. Það er líka af því að þú kemur úr hringlega byrjustökisheimi. Já. Það hefur það, það er allt öðruvísi Já, þar, af því þú ert hvað sem er að gera útaukningar eða úrtökur. einmitt. Þannig að ég skil alveg að hafa ekki, já, það er í raun og veru frjálsara form hvað þetta varðar. Já, það er það sko. Það er eina ef það er önnur líkja, þá reynir maður að hún dekkri sér alltaf í sléttu eða eitthvað. Já, einmitt, Þú veist- ef mynstrina er upp að hálsmálinu. Já, Eins og já, einmitt. já, þannig að það er svona kannski, stundum gengur það, Já. stundum ekki. Einmitt. En já, að nú er ég einmitt algjörlega farin á nýtt hérna, í nýja bara óvissu með þessa laskarmapeysu, en ég er ótrúlega spennt og bara enn og aftur, ef ykkur er í ykkur svona pælingum, þá er þetta svo mikið öryggi að fara eftir þessu, þó að maður ætla ekki að, ég meina nú ætlum þessi uppskriftin inn á Knitable ofan og niður, en ég ákvað samt að prjóna mína neðan og upp, Já. en ég get samt fyllt henni og stuðst við grunninn. Já, akkurat. Þannig að, Það er, ég elska að heyra þegar fólk er að nota síðan og þannig. já, og það er nefnilega akkurat eins og þú ert búin að vera að gera. Mér finnst þú Já. alltaf vera að gera svo ótrúlega ólík verkefni og það er svo gaman að sjá að þú þarft ekki bara að vera að prjóna venjulega húu, venjulega vettling, sokka eða peysu. Já, Þú getur gert svo mismundi verkefni. einmitt. Þannig að mynda að bæta ón á, og mér er svo geðveikur eiginleiki að vera með munstur líka. Það er búið að gera ráð fyrir og það er bara hvað eru margra endurtekningar. Já. Mér fannst það alveg geggjað. Já, og það er nefnilega svo þægilegt fyrir laska peysuna að þú slærðin bara einmitt fjöldileikja í hverri neinstur endurtekningu Já. og þá þarf það að ganga upp á bólnum á peysunni Mm en mynstrin í laskapeysum hverfa inn í laskana. Já, Þannig að það er í raun og veru auðveldar að útfæra mynstur fyrir laskapeysu heldur en fyrir ringlega byrjastykki. Þannig að ég er spennt að þegar við förum að bæta við útreikningum fyrir ringlega byrjastykki það verður á heila brjótur sko. mitt. Gaman að sjá hvernig það þróast. Já, en bara líka ótrúlega gaman að spá í hvernig mismunandi, af því að það að prjóna er bara 50-50 finnst mér að vera sko list og tækni Já, og þetta verður að spila saman. Þannig að þú setur öðruvísi munstur á hringlega byrjastykki heldur en laskapeysu. Það er allt beint á laskapeysunni en mætist í hringlega peysunni og sama með drop shoulder þá ertu komið með ennþá meira allt beint. já, Svona ef maður og kannski útskýrir ennþá það meira þannig. frelsi þar. Já, Það skiptir ekki öllu hvort það passi. já og svo er hann hálsmáli hvað sem er tekið upp eftir á. Já, mitt. Já, þannig að það er mér finnst mjög gaman að spá í því hvernig hannanir passa á grunninn sem er valinn fyrir þær. Já, algjörlega. Mér finnst það eiginlega bara magnað og mér finnst það svo, eins og ég sagði aðan, bara svona samfélagslegur ávinningur að þetta tól sé bara núna til. Já. Þannig að maður ætla sem flestir viti af því. Eða ég veit ekki hvort að fólk kannski gerir sér grein fyrir hvað þetta er magnað tól og hvað þetta getur gert mikið. Það er góður punktur sko. Það er svona þegar maður nær fólki til dæmis bara á prjóna hátíðum að bara ég vildi ég geti fengið korter með hverjum og einum til þess að sína alla mismunandi hlutan sem er hægt að gera og það myndi örugglega einn þeirra tikka inn hjá flestum. Ein myndi grípa afgangaprjónið, einhver önnur myndi hugsa, já ég get útfært hugmyndirnar mínar og þriðja bara já ég ætla að bæta við vettlingum í stíl við peysuna sem ég er að prjóna eða eitthvað. 100% sko. Það er, já, alls konar sem er hægt að gera. Einmitt. En hvað svona, og af öllu þessu svona sem tengist Knitable, hvað finnst þér skemmtilegast? Í vinnunni eða, já svona, Kannski bara bæði Já. við hönnunina og forritunina og það. Já, og bara allt í raun ferli, markasmálin eða, og já, svo að prjóna. mér finnst,
í vinnunni finnst mér það verður að segjast skemmtilegast að forrita. Já. Þegar ég er komin bara á flug í einhvern fókus á að útfæra einhvern fítus og ég sé þetta að ganga upp, þú veist, ég er komin yfir mestu óvissuna, það smalla eitthvað og nú er ég að láta það gerast. Það er uppáhalds vinnudagarnir mínir. Já. En svo elska ég mómentið þegar ég er rétt búin að posta einhverju inn á samfélagsmiðla og bara að fá feedbackið og sjá hvernig það gengur og finna út í hvað virkar. Mér finnst það alveg skemmtileg vísindi að spá í. Já. Og þú veist, hvað finnst mér skemmtilegt að horfa á Einmitt. og hvað vil ég fá út úr mínu kontenti. Hvað var það prjónið að ég velti því svo oft fyrir mér, þú veist, nákvæmlega hvað það er sem að lætur mig fá hluti á heilan, af því að það er stundum bara svona, það klikkar eitthvað Já. saman og þá er ég komin á flug, sko. Og oft er það þegar svona nokkrir mismunandi þættir passa saman. Já. Þú veist, ég kom með kjörna tækifæri skjöf, þú veist, það er eitthvað tilefni eða ég er akkurat með nóg af þessu garni í þetta og það passa við þessar tölur eða Já. þetta er geggjað til að testa einhvern fítus hjá Knitable og svo allra best ef það er svona einhver mín eigin sköpun Já. inn í, eins og þessi vettlinga sem ég er að gera, að þú veist, Einmitt. bara leyfa það maður að lifna við. Já. Já, það er svona það helsta sem ég kemst og svo er deadline Já. líka Finnst þér það skemmtilegt? Mér finnst það skemmtilegt, sko. Ok, áhugavert. Já, ef að ég er með ég mér finnst það hræðilegt ef ég er ekki spennt fyrir því sem ég er að prjóna. Já. En ef ég er spennt fyrir því þá elska ég það. Já. Já, það er tvennt ólíkt. Já. Ég er sammála þar, sko. Mm-hmm. En þú kannski meira sem svona nærist á svona orkunni við að, þú veist, ég verð að klára þetta frekar en að vera eitthvað svona, en þegar þetta er eitthvað sem mann finnst ekki skemmtilegt, þá er það meira svona, kannski ekki snærandi. Já, nei, það er bara eiginlega andstæðan við það. Og svo líka komst ég að í ein jólin að prjón er 2 áhugamál fyrir mér. Já. Þú veist, kannski 3 ef ég til kaupa garn. Já, 100%. Já. Það er annað áhugamál. Já, og mjög skemmtilegt sem ég nýt enga síður. Já. Hinn 2 það er bara aðskilið fyrir mér sköpunarferlið og fá hugmyndina og skipuleggja næsta verkefni og svo Já. prjónin sjálft. Og ég þarf hvoru tveggja. Já, ég er sammála því. Já. Það voru sko ein jólin og þá ákvað ég að prjóna 8 jólagjafir. Ok. Og Hvenær byrjaðirðu? Ég byrjaði í október eftir mann. Vá. Já. Ok. Og svo bara prjónaði. Já. Og þú veist, svo alveg sumt var lítið, þú veist, vettlingar eða eitthvað, en það voru alveg 2 peysur líka. Já. Og síðastu kláraði ég, það var peysandi ömmu, ég kláraði hana á miðnætti á Þorláksmessu Ok. og þvoði hana og laði til. Hún var þurr fyrir jólapakkan, Ok. en Vá, það er tæft. það var mjög tæft og líka fyrir þess að þá er ég komið alveg upp í kok af því að fá ekki að velja. Já. Ég gæti ekki útfært neina nýjar hugmyndir sem ég fekk eða sá, þú veist, einhverja nýjar uppskriftir eða keypt nýtt garn, ég gæti ekki nota neitt af því ég var með svo þétta dagskrá Já. sem ég sjálf setti mér að mér fannst ég bara að vera að vinna fyrir einhvern annan. Já. Og en svo sem sagt, rétt marði ég að klára síðustu leikirna fyrir þessu peysu, það var svo leiðilegt. Já. Ég var ánægð með útkomuna samt og amma var mjög ánægð og þá er allt gleymt. Einmitt. En svo bara kláraði þetta og svo þegar ég búið að opna alla pakkana á aðfangadagskvöld þá byrjaði ég að prjóna aftur. Já. Og þá byrjaði ég á nýju verkefni og ég var alsæl. Já. Ég var ekki með leið því að, þú veist, prjóna, ég var bara leið, það vantaði bara þetta element. Þessu Þetta sköpun, nýtt já. og fá ákveða og já. Vá, hvað ég tengi mikið við þetta. Já. Þetta er bara, ég er einmitt búin að vera að prjóna núna peysu sem ég er búin að vera að prjóna, eins og þessi sem hengur upp á vegg. Já. Mér vantaði mynda þessari í léttlópa. Já. Þú veist, og ég er búin að 3 peysu sem ég þarf að prjóna núna sem að ég er nú þegar til og ég finna það bara ekkert nýtt að koma til mín. Já. Af því ég er bara eitthvað, ég þarf að klára þessar peysur. Þú bara gerir eins Já, aftur. eins. Já. Þetta er bara Sleeve Island, erma eiga Já. í öðru veldi. Þetta var bara svo erfitt, sko. Já. En ég veit leiðin að klára eina eftir.
Já, af því mér langar að fara með hana á prjónagleðina já, og ég er bara eitthvað svona, oh my god, það eru rúmur til hvað, ætla þessu 20 dagar cirka, já, það styttist. 20. í dag, cirka 20 dagar, þangað til og ég er alltaf bara með hverjum deginn sem líður, þá bara, á ég kannski sleppa því, á ég að sleppa Já. því og þá einhvern veginn næ ég ekki að, Það eru bara rúma 2 vikur. Er það já, ekki? af því nú Já. er 20. hún er 5. Já, einmitt. Já. Já. Það setur líka hlutin í samengi fyrir mér. Mitt, það sem var svona, Já. Þannig að ég er líka bara búin að fatta að ég þarf, þess vegna veit ég að ég þarf að fá að stjórna öllum verkefnum í dag, sko. Já. Ég prjónaði einu svona húfa á litla frænda minn og fannst það ógeðslega skemmtilegt. Hún var með mjög hárri prjónfestu, þannig að tók tíma, já, en hún var geggjuð. mhm, Bara mosagræn og ótrúlega kjút og hann var pínulítill með svona einhverja skipperhúfu og svo spurði ég bróður minn og kona hans hvort að ég ætti að gera húfa þau líka. Þetta var þegar ég var að gera húfuskriftina fyrir Knittabúl já, eða leikjustund og þau bara, já, það verður geggjað, heyrðu, okkur finnst þessi bara ógeðslega flott, viltu gera húfur í stíl á okkur? það er það versta sem ég veit þegar fólk vil alveg eins og myndinni Já. nei Það var ekki skemmtilegt. Þau eru bara, ef þau hlusta á hana þátt, þá eru þau bara að fatta það núna. Ég sagði það ekki. En ég kláraði þessar húfur. já, En já, maður gerir þetta fyrir fólkið sitt en maður er samt svona ekki elskar er ekki ásti hverju líku Nei. allavega ekki, ég get ímyndað mér í þriðu húinni Já, það var alveg búin, sko. einmitt, ég tengi svo við þetta sko ég er alveg bara ég sá eitthvað á Instagram það var svona kennari sem að var með mynd af húum og lét krakka lita Já. og hanna sína eigin hú í raunni og svo heklaði hún Vá. þú veist eins og myndirnir á krökkunum þetta var ógeðslega flott Já, og geggjað. ég er búin að vera bara eitthvað mér langar svo að gera svona fyrir frænkurnar mínar Já. en svo alltaf þegar kemur að því þá er ég bara eitthvað nei, ég verð velja bara eitthvað ljótt Já. ég eiginlega nenni því ekki Bara hérna, ég til ég að gera þessu húfu fyrir þig en þú gerði ljóta. Ég ætla já, að sleppa henni. einmitt og svo líka þegar maður er að gera eitthvað svona Já. þá hugsa ég alltaf allt sem ég geri ég verð að sína frá því Já. því maður þarf alltaf eitthvað nýtt og nýtt til að vera Mhm. virkur Ég- og þá finnst mér mjög erfitt að vera að gera eitthvað ljótt eða sem ég finnst ekki fallegt Já, og líka kannski bara eitthvað, ef það er ekki, segjum að það væri ekki húfur sem þú ætlaðir að gefa út uppskrift fyrir, Já. þá þarftu að hugsa það, þú ert að taka tíma frá nákvæmlega því að meðan, þetta er mjög, ég þarf að hugsa svona líka, sko. Því mér langar oft líka að prjóna uppskriftir eftir aðra, já, en maður En hefur þá- kannski ekki gerist ekkit í, já, það var bara ekkit content fyrir Knittabúl á Já. meðan. ég er akkurat þar sko mér langar svo að pröfa mér langar svo ógisla í hérna eins og sæti hérna solskýrspeysan hjá Gunnhildi Já, hún er Vindalins. æðisleg. Já. Þú veist, hún æði Mhm. en ég meitt bara, mér finnst erfitt að réttlæta fyrir mér að taka tíman Já. sem ég get verið að gera eitthvað en ég mun finna tíma í daginn Já. Tekur þér svona sumarfrí Já. í vinnunni. einmitt, Prjóna eitthvað annað, já. nákvæmlega þetta er mjög erfitt sko en hvernig svona sérðu fyrir við erum aðeins samt búin að fara inn á framtíðina hjá Knittabúl Já. ertu með eitthvað svona stóra drauma sem er tilbúin til að deila með okkur Já, kannski nærtækast er að við erum líka að vinna í því að bæta við lita að geta teiknað upp mynstur. ok, Það er alveg stórt verkefni að útbúa það fyrir allar uppskriftirnar okkar, já, en við erum að vinna í því fyrir vettlinga uppskriftina til að byrja með. já Þannig að maður geti bara teiknað upp það sem hann er listir, sko. mm Og ég er rosalega spennt fyrir þessu, vegna þessi fyrsta lagi að þá einhvern veginn kristallast, það er svo auðvelt að útskýra það fyrir fólki, það kristallast svo konseptið, þú getur hannað það sem þú vilt, við gerum grunninn. já, Þetta er svona alveg einhvern veginn besta leiðin til að útskýra þetta hugtak. já, Og þá er líka orðið svo miklu auðveldar fyrir fólk að búa til eitthvað og líða réttilega eins og þau séu hönnuðurinn já, að hugmyndinni. Þannig að ég er ótrúlega spennt fyrir því að bæta þessu við. já, Það passa, meika bara fullkomi sens að bæta því við. Og það var svo sem alveg viljandi að við byrjuðum ekki á því fyrst, sko. Því það eru til lausnir þar sem þú getur teiknað upp mynstur, en það eru færri lausnir þar sem þú getur fengið uppskriftir. Þannig að við byrjuðum á uppskrifta endanum, en
þetta passar langbest saman í einni lausn. Já. En svo bara halda áfram að, þú veist, búa til eitthvað sem er létt og liðugt og, þú veist, bæta við hringlega byrjustykkinu, okkur langar að bæta við, þú veist, öllum þessum mismunandi tegundum af byrjustykki og eins og fyrir vettlinga það sé hérna, ég veit ekki hvað þessi þumall kallast, þessi klassíski, ömmu þumall kannski, en að þessi líka hægt að vera með hérna þumall tungu eða fyrir sokkana það sé hægt að skipta yfir í hérna shortróhæl eða franskan eða hollenskan og þú veist að maður geti í raun og veru fengið allt sem við kemur struktúr Já. innan Knitable og svona bætt sinni hugmynd ofan á það. Einmitt. Þannig að og mér klæja líka bara svolítið fingurna að þú veist, það er mjög ótal svið sem að maður getur sett sem maður getur einbeitt sér að í Knitable Einmitt. og það getur verið hérna að gefa innblástur, það getur verið, við höfum sett inn kennslumyndbönd þar, það getur verið eitthvað bara við hvernig við kemur því hvað sér auðvelt er að loka sig inn, þú veist, það er alls konar svona mál en mér klæjar í fingurna að gera meira fyrir prjóni sjálft Já. í uppskriftunum. Mhm. Þannig að ég er spennt fyrir því að fara þangað og ég er svona tiltölulega nýbúin að finna bara gott balans milli Knitable og alls hins sem ég þarf að gera í lífinu. Já, það er mjög gott að finna það. Já, ég hef ekki verið nefnilega í alveg nógu, þú veist, ég hef verið á þess að fara út í alveg dítela að bara þá hef ég verið með of marga bolta á lofti Já. og ég náði að leggja einn frá mér sem var stór Ok. til þess að og bara það er svo skemmtilegt að aðeins hafa hreinsa til á skrifborðinu. Ég trúi því. Já. Mér finnst það bara draumur, það er bara minn draumur að geta unni við þetta. Já, að nákvæmlega minn En einmitt, það geta þá minka kannski við dagvinnuna og geta einbeitt sér svolítið þessu, þannig að ég bara ótrúlega spennt fyrir þennan hönd, hvað þetta er einhvern veginn að einmitt, færibandið að halda áfram og stækka og mér finnst þetta bara virkilega flott hjá þér. Takk kærlega fyrir, kann að meta. Já, mér finnst þetta bara alveg ómetanlegt tæki sem að ég sé alveg fyrir mér að ég get notað þetta helling og bara fyrir ótrúlega marga sem að þú veist, það eina sem er fyrir stöðu og fólk ætti geta ætti mögulega erfitt með það er að gera þessa prófæstupröfu Prófæstupröfan, já. og það virðist oft vera bara stærsta brekkan. Já, það eru margir annarkvort með óþol fyrir því að gera hana eða komni með ofnæmi. Já. Annarkvort, sko. En það er líka, ef það er það eina sem það þarf að gera og svo bara mata á vonið í allt annað. Já. Við höfum alveg fundið einmitt að þetta er þröskuldur, sko. Já. En við vorum að setja inn ég var að gefa út í dag svona uppfærslu leiðbeiningar hvernig á að gera prjónfestupröfuna, bæði í vídeóformi og í textaformi. Ok. Það er bara inn á Knitable undir innblástur. Já. Svona nýjasta færslan þar inni og bara nú höldum við áfram að einhvern veginn reyna að gera þetta auðvelt og spennandi. Einmitt. Já, það er líka eins og við hérna Ásdís sem að Prjónadís 71 á Instagram. Já. Hún kom inn á til mín og við rættum prjónfestupröfuna og þá vorum við að segja reyna að gera eitthvað skemmtilegt við hana. Til dæmis að gera láta hana vera vasa. Það er að nota hana sem vasa. Það er þetta eins og hún lærði hjá þér að gera göt eftir hvað prjónastarðin er. Já. Og svo er jafnvel að hafa hana á lyklakippu eins og svona naglalakka Já. Þú veist, eða reyna einhvern veginn að reyna að finna gera þetta svona skemmtilegt og reyna að finna einhvers konar notagildi fyrir prjónfestupröfuna. Já. Og það kannski hjálpa eru mjög fallegar þetta, þú veist, þegar upp í staði þá er þetta bara einhvern veginn marglita áferða veisla sem þú valdir bæði áferðinnar og litina og bara af hverju ekki að gera svo svolítið hátt undir höfði. Já, og líka að pröfa sérstaklega að nota afganga að pröfa mismöndi gatn og liti að pröfa það í staðan fyrir að byrja á bóknum eða byrja á okkur stóru. Já. Þú veist. Já. Sjá bara strax, þetta gengur ekki. Nákvæmlega. Galdurinn eftir einmitt 2 klukkutíma prjón. Já, það er eitthvað neginn og ég meina eins og núna það sem ég er mjög stressuð að ég er með tæft garn í þetta verkefni. Já. Þannig ég rækti hann upp og notaði pröfuna sérst í ég tímdi ekki að klippa á. Einmitt, já. Það er bara sniðugt að gera það líka að koma upplýsingarnar
einmitt, en maður er þá búin að spara sér vinnuna á að nú veit ég að breytin mun 100% passa. Já. Þannig að, Ég elskaði þetta einslag sem að hún Ásdís setti inn á Instagram já, og sérstaklega þetta, ég tengdi svo við það að bara losna við þessar efasemdaraddir úr hausnum. einmitt. Og þá getur nærði ekki að njóta verkefnisins eins vel þegar þú ert Já. alltaf að hugsa, er þetta að fara að passa, er þetta? Og eins og hún sagði, hún var eitthvað, ég ætla að bæta við, þú veist, maður verður líka stundum að læra að treysta uppskriftinni. Já. Og það er eitthvað sem þú getur gert ef þú gerir prófessorpröfuna. Já, einmitt, satt. Þannig að það er líka mjög góða punktur Já. sem að, já, og ég líka áhugavert sem að, ég man nú ekki hvort það komið, jú, kemur það ekki fram hjá, að sérst, ef þú ert að fara að prjóna í hring, að gera hana í hring. Já, einmitt. Það er mjög sniðugt að gera það. Já. Sérstaklega, en það, ég setti það reyndar ekki í bloggið en leiðréttist hér með að bara það getur munað svolítið á prjónfestunni hjá fólki. Já, það getur gert það. Já. Ég gerði prjónfestupröfuna fyrir þessa vettlinga í hring líka vegna þess að það er ömulegt að prjóna litaprjón fram og tilbaka og ég vildi prófa litablönduna. Einmitt. Þannig að Ertu þá að prjóna eins og lítinn eða ertu að láta gatni vera, en þú prjónar alltaf slétt? já, það sem ég gerði var að ég prjónaði bara hólk og Já. svo klippti ég hann bara í sundur. Já, Það var alveg frekar óreiðu kent eða þú veist, ég hefði alveg kannski átt að búa til eina brugna likju þar sem ég ætlaði að klippa eða eitthvað ég bara gat ekki hamið mig og já, ég tók bara skærin á það og klippti og þú veist, það var bara allt í leið. já, maður Fekk samt prjónfestu. Já, nákvæmlega. Já. Ok, það er enda mjög sniðut. Ég er eitthvað búin að vera að ofhugsa hvernig þetta. Ef ég myndi gera þetta núna, aftur, þá myndi ég gera, þú veist, eins og ég geri venjulegu prjónfestu, þá ger ég garðaprjóns ramma í kringum prjónfestuprjóna. Já, Þannig ég held að ég myndi, ef ég væri að gera þetta í hring, þá myndi ég gera, þú veist, eina brugnarlikju þar sem ég ætla að klippa, svo myndi ég gera, þú veist, 2 garðaprjónslikju sitt hvorum megin við já, og þá einhvern veginn, ekki það hún þurfa að vera fullkomin, en mér hefði þótt það svona aðeins snirtilega. já, það er já, verður snirtilega. Já. Já, eflaust. Og þá er auðveldra að mæla líka, þú veist, það krullast Já. alveg svolítið ef þetta er bara slétt prjón. Já, klippir, já, það er góð punktur. Já. Já, maður er endalaust að læra. Maður getur einmitt, bara pröfa sér áfram. Já, basically. Það er, má ekki vera feimin við það. Það er ofta einhvern veginn, eða, þú veist, já, mér finnst það eitt af því sem Knitable, það svona lágmarkar þennan hausverk þegar bara veist, eða, þú veist, eins og þarna, þú veist kannski ekki að ofhugsa þetta, þú bara gerðir þetta og klipptir, það þarf ekki að vera fullkomið, en þannig færðu þessum prjónfestupröfuna Já, til að geta verið alveg viss með verkefnið. Já, Að ég meina getur bara þú hefði byrjað. geta gert vettlingar sem pössu á þig, en að því þú gerði prjónfestupröfuna þá er þetta að fara að passa á dóttiðina. nákvæmlega. Já, þannig að Það svo er- get ég bara gert tilraunir með útlit. Já, og það er líka ofta eitthvað svona sem er gott að pröfa líka í prjónfestunni. Já, Ég var alveg brent með á því að setja kannski eitthvað lit neðst á lopapeysu svo maður búin að prjóna alltaf peysuna já, einmitt. og þá sér maður, heyrðu, brút passar ekkert með rauðum Já, eða eitthvað svona, þessi tónn. já. Þannig að Já, já, 100%. Ég held að við séum að vannýta prjónfestu pröfunar okkar, sko. 100% sko. Já, testa alls konar. Ég meni, ég bara get ekki ímynda mér ef ég þurft að reykja upp þessa ermi sem ég er búin að prjóna einn úr móherinu. Já. Þannig ég er mjög þakklátt að hafa gert þessa, gefið mig tíma. Þetta tók mig svona 7 mínútur held ég. Já, Ég held að það einmitt. ekki tekið meira. Þetta er. Og mér finnst líka, sko, stundum er maður, þú veist, ekki komin á staði verkefni því að maður þarf að hugsa áður en maður byrjar að, maður þarf að lesa, þú veist, inngangu uppskrift eða eitthvað áður en maður byrjar á henni. En stundum langar mann bara samt að byrja strax að prjóna Já, en maður er, þú veist, í samtalið eða maður er, þú veist, ég veit ekki hvað, að gera prjónfestuprjóna bara. einmitt, Smá teaser, nákvæmlega. smakk. Og þá þarf maður ekki að hugsa neitt. Já. Þú getur einmitt, eða þú ert að spjalla, þú ert svona lítið verkefni, þú ert að býða byggðstofunni, Nákvæmlega, það Já. er mjög sniðut. passar í veski. Já, einmitt. En heyrðu, þá held ég að þetta sé bara komið gott hjá okkur. Bara mæli með, ef ykkur hefur áhuga á að skoða námskeiðin, farin að prjónagleði.is Já. og fylgjast með á samfélagsmiðlum með þessan viðburð í haust.
Já, á Húsavík. Já, Húsavík, það kemur inn á næstu dögum, eða ekki? Já, við köllum þessar prjónahelgar okkar lykkjur í leyfi, svona í takt við lykkjur og lögg. Einmitt. Já, lykkjur í leyfi. Ok, þannig að það verður þetta í loftið næstu daga. Já. Spennandi. Herðu, þá bara langar mig að þakka þér bara kærlega fyrir að koma og gefa, talandi um tíma. Já. Ég er mjög þakklátt að þú ert að gefa þér þennan tíma að koma og spjalla með mig. Bara segjum 2. Takk Já. fyrir. Þetta er, mér finnst ótrúlega gaman að læra meira um þetta. Mér finnst líka alltaf svo gaman að læra hver er að baka við þetta. Já. Og svo kynnast þér aðeins meira og og bara þessu frábæra tóli. Þannig að bara mæli virkilega með að kíkja inn á, er það knitable.is .com. knitable.com. Já. Já, þetta er á íslensku og ég bara mæli endalaust með þessu. Kæra þakki fyrir fallega orð, bara ótrúlega verðmætt að heyra. Já, bara virkilega að meina það. Þannig að já, þá bara endum við þáttinn á þessum nótum. Já. Ekki, bara sjáumst á prjónahlöðinni. Já, sjáumst.